blessuð og hjartanlega velkomin að Rauða borðinu. Það ýmislegt á döfinni hér í kvöld sem endra nær. Hér lokar kvöldinu engin önnur en Vigdís Hauksdóttir, fyrrum þingmaður og borgarfulltrúi, en hún vill rannsókn á högum Reykjavíkurborgar þar með talið veikindahlutfalli starfsmanna og ætlar hún að ræða þetta við hann Björn Þorláksson. Þá á undan Jón Pétur Símsen, skólamaður og þingmaður sem vill stytta kennaranámið úr 5 árum í 3, en hann tilur að hægt sé að bæta gæði kennara og greiða þeim hærri laun fyrir skemmri námstíma, umdeild skoðun það. Þór Martinsson svo þar á undan, hann sagnfræðingur og verkefnastjóri ráðstefnu stjórnarskrána og hann segir Oddnýju Eir frá dagskrá ráðstefnunnar sem verður haldið núna næstu helgi. Og þar á undan það Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður Leigjendasamtaka Íslands sem tekur stöðuna á málefnum leigjenda núna við stjórnarskiptin, en hann ræðir sérlega ósanngjarna skattheimtu sem á sér enga líka. En nú hér rétt eftir örstutt skilaboð þá rýð ég sjálf María Lilja Ingvelda Þrastardóttir Kemp á vaðið ásamt Jóni Sigurðssyni, en hann lögmaður ungrar stúlku 30 ára gamallar sem á að brottvísa til Venesúela. En Jón Sigurðsson jafnframt formaður félagstalsmanna umsækjenda alþjóðlega vernd og ætlar að ræða hér við mig málefni hælisleitenda. Svo tóki við, kæru vinir, og hér handvátnið sneisafullu þáttur af góðu efni. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Þarftu hann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Hjá mér Jón Sigurðsson, lögmaður, vertu velkomin. Já, takk fyrir. Þú ert lögmaður lítillar stúlku og fjölskyldu hennar sem hafa verið svolítið í umræðinu núna síðustu daga, en það á að brottvísa þessu fólki til Venesúela. Stúlkan með eitthvað heilbrigðisvanda sem að þarf athygli lækna hér á landi, en þrátt fyrir það þá hefur það einhvern veginn ekki mikil áhrif á þessa brottvísun fyrirhuguðu. Hvað getur kannski bara útskýrt fyrir okkur, bara svona fyrir það fyrsta, hvernig líður þessu fólki? Ég held að þeim líði bara mjög illa. Þau eru búin að reyna allt sem í þeirra valdi stendur til þess að svona berjast í kerfið eftir að þau fengu synjunarúrskurðinn frá kærunefndinni, kærunefnd útlendingamála. Og já, þau eru búin að gera allt sem þau geta, en voru svona að fá ákveðna loka synjun núna og já, þeim líður ekki vel. Nei, þetta auðvitað mikið álag og það kannski þó að hún sé mögulega ekki alveg 100% áttuð litla stúlkan á því hvað sé í gangi, þá hlýtur hún auðvitað kannski að finna fyrir því að það spenna heima fyrir, ímynda ég mér, en getur þú kannski leitt okkur aðeins svona í gegnum þetta mál? Hvenær kemur þetta fólk hingað? Þau koma sem sagt hingað til lands í júlí 2023, sækja það alþjóðlega vernd og fara í gegnum þetta hæliskerfi og ég sem sagt fer þá að vinna fyrir þau frá upphafi og það kemur í ljós á meðan þau eru hér á landi, sem sagt að hún sé með þennan heilsufarskvilla sem ég svo sem ekkert sérfróður í að útskýra, en einhvern veginn fólkin í því að lærleggurinn ekki fastur við mjöðmina og það þurfti að framkvæma nokkuð flókna skurðaðgerð hér á landi sem krafðist
aðkomu erlendra sérfræðilækna og sem var það fólkin í því að laga þetta, koma leggnum einhvern veginn nær mjöðminni og svo festa með málmplötu. Hún búin að vera í mjög mikið undir læknishöndum og hún þarf að vera áfram. Og það liggja fyrir læknisvottorð þetta að hún er fyrirhuguð í aðgerð á Landspítalanum í þann 10. febrúar og hún krefst líka stöðurar eftirfylgni að lágmarki í einhver tíma í kjölfaraðgerðirnar en raunverulega ef þú ferð eftir læknismati þá er þetta áralangur prósess sem hún þarf að fara í. Og ef ekki haldið vel á spöðunum þá getur þetta leitt til þess að hún muni glíma við fötlun í framtíðinni af því að þetta er eitthvað sem maður getur gengið tilbaka. Já, þannig að það er í rauninni, það má segja að þetta inngrip til hálfs gæti haft meiri og svona djúpstæðri afleiðingar á bara framtíðasari stúlku og hennar fatlanir. Ég reynda að gera mér ekki grein fyrir hvað hefði gerst ef það hefði aldrei gripið inn í. Ég bara hef ekki alveg forsendum til að svara því en að minnsta kosti bara það sama og hefði verið. En já, þetta kemur í ljós undir meðferð málsins. Það er lögð fram ítarleg gögn þetta. Þetta er ekki álítið nóg til þess að veita stúlkunni og hennar fólki svokallar mannúðarleyfi. Þrátt verið að það megi alveg færa rök fyrir því að þetta ætti að leiða til þess, sérstaklega þegar kemur að svona ungu barni, hún er bara 3 ára gömul. Og það er bæði niðurstaða Útlendingastofnunar og svo líka kærunefndar útlendingamála sem að kemst að þessari niðurstöðu núna í nóvember síðastliðnum. Og þá má líka bæta við að þau voru bara nokkrum dögum frá því að hafa dvalið hér á landi með virka umsókn í 16 mánuði. Já, og sem er sá tími sem að þau þurfa til þess að fá upp tekið málan í að breytist forsendur. Já, það er raunverulega líka mannúðarleyfi sem þú færði ef þú hefur verið með virka umsókn og ekki fengið loka niðurstöðu innan 16 mánuða ef það er barnafjölskyldur, það er 18 mánuðir annars. Þannig að þau fá þessa synjun bara korter í það að hafa fengið mannúðarleyfi og eftir þetta þá eru þau komin í þá stöðu að hafa 15 daga til þess að verða við þessu og það fylgir alltaf synjunar ákvörðunum í þessum hælismálum, þá fylgir alltaf brottvísunar ákvörðun, þá hefur fólk 15 daga til þess að verða við, annars verður þeim brottvísað og brottvísun fylgir endurkomubann yfirleitt til 2 ára og fólk hefur auðvitað hagsmuni af því að forðast það að lenda í brottvísun þannig að það svona svolítið þvingast kannski í að fara í sjálfviljuga heimför þrátt fyrir að vilja það ekki. Nei, það eru fyrir þá sem ekki vita þá eru þessar lögreglufylgdir ekkert grín. Það er fólk, er nefnt í gæsluvarðhald í einhverja daga. Það þekkist og það er hreinlega handtekið og því er fylgt með nokkru offórsi úr landi ef það fer ekki sjálfviljugt. Já, það er alveg rétt og eitthvað sem að maður kannski vill ekki leggja á lítið barn. Nei, einmitt og þegar að börn er í spilunum þá getur það verið þannig að foreldrar séu handteknir og börnin tekin af barnavernd í einhver tíma þangað til að brottvísunin er framkvæmd. Þannig að þetta eru auðvitað aðstæður sem að fólk vill ekki setja börnin sín í. Þannig að þetta heitir sjálfvilju heimför en það er þetta er svona skárri kostur af tvennu illu. Já, og það má alveg velta fyrir sér hversu eðlilegt það er að kalla þetta sjálfvilju heimför. En þannig að það sem þau hafa verið að gera er að þau eru að reyna að vinna með yfirvöldum. Við fórum að fund hjá Útlendingastofnun og útskýrðum stöðuna. Hér er barn sem er bókað í aðgerð sem er bara nauðsynlega að mati íslenskra lækna og íslenski læknar hafa lagt áherslu á að það séu þeir sem sinni þessu verkefni. Já, það er einhver svona sérhæfður sérfræðingur sem bara veit nákvæmlega hvað þessi stúlka þarf. Og hefur sérstaklega innsýn í nákvæmlega þetta mál og það er mikilvægt að þessi sami sérfræðingur sinni þessu verkefni. Þetta kemur fram í gögnum. Og þessi sjálfviljuga heimför, hún er ákveðin, við fáum tilkynningu það núna í janúar, hún sé ákveðin
bara núna 50 sem sagt, það þá 15. janúar og og já, við förum að funda þarna í sem sagt, aðeins fyrir það var þá í nóvember, desember og biðjum að sem sagt fá frest á sjálfvilju heimförinni fram yfir aðgerðina sem var alltaf fyrirhuguð í febrúar og því var hafnað núna í janúar og okkur tilkynnt sem sagt að hún skildi fara fram ekki morgun heldur hinn og ég óskaði eftir að þetta er endurskoðað meðal annars vegna þess að við fengum svona nákvæman tíma á aðgerðina sem var sem sagt 10. febrúar óskaði eftir endurskoðun og því var aftur hafnað bara nýbúið að tilkynna mér það semst fyrir þeirra hund að þessu hefur verið hafnað. Þannig að öllu óbreyttu þá stendur þessi stúlka og fjölskyldan hennar frammi fyrir því að við verðum að vísa hérna úr landi bara ekki á morgun heldur hinn. Já, og það fariðu í svo kallað sjálfvilju heimför og það eru allar líkur að þau verði við því að þau eru bara hrætt við að hvað það þýðir að vera brottvísa á lögreglu. Nú þetta stórir hópar Venezuela fólks sem kom hérna fyrir það fyrsta í boði íslenskra stjórnvalda og hafa ekki fengið endurnýjun á sínum dvalarleyfum og sérst mannúðarleyfum eða hafa ekki fengið samþykkt núna svona seinna. Við erum að sjá mikið af brottvísunum á þessum hópa. Það bara hreinlega verið að skópla þeim hérna út úr landi. Ég held að sé bara í hverri viku heyrir maður af minnst 5-10 einstaklingum sem hafa bara eitthvað svona eins og jörðin hafi gleypt á, sko. Og hvað gerist þegar þetta fólk snýr aftur til heimalandsins? Það er náttúrulega hægt að tala fram og tilbaka pólitíkina sem þar og þetta alls konar upplýsingar í gangi, en án þess að kannski taka afstöðu til þess, þá vitum við eitthvað afdrif þessa fólk sem snýr tilbaka. Ég held að við ekki með neina góða heildarmynd af því hvað tekur við þeim og svona það sem að ég Hefur íslenska ríkið eitthvað til dæmis bara kannada hvað gerist þegar þetta fólk sendt heim? Ég meina mörg þeirra búin að búa hér og kalla það heima í mörg ár en svona til Venezuela. Sko, sem sagt það eina sem ég meðvitað að hafi verið framkvæmt einhvers konar rannsókna og var þegar að það var þarna svolítið stór hópur fólk sem var sendur í nóvember 23. Þau voru send sem sagt, með leiguflugi til Caracas í Venezuela og á móti þeim tók sem sagt, lögregla og sem sagt, það var mjög margt þetta var náttúrulega fjallað töluvert þetta í fjölmiðlum. Þau voru raunverulega handtekinn og þau voru færið í semst varðhald sem stóð yfir í einhvern sólarhring sko og og já, það var reynd að gera eitthvað úr þessu við sem störum á þessum vettvangi, við reyndum að benda á það að semst, það hafi verið framinn augljóslega einhver brot á þessu fólki þegar þau kom til landsins en svona líka bendum á að við vitum ekkert hvað tekur við svona í framhaldinu. En það liggur allan fyrir að það voru tekin vegabréf á einhverju fólki í einhverju tilfellum virðist hafa verið að það hafi verið tekin af þeim peningur sem það hafi fengið frá í tengslu við brottföruna og svo þetta voru farið í varðhald eins og ég sagði og þetta voru allt saman vopnaðir lögreglumenn sem komið þarna að og þannig að þetta var svona þetta er svolítið brútal og það var framkvæmd einhvers konar rannsókn á þessu af hálfu dómsmálaráðuneytisins og Útlendingastofnunar held ég að það hafi verið og sem var fólkin í því að senda út einhvern spurningalista á þennan hóp. Þau fengu tilbaka mjög takmarkað svar, eitthvað 50% svar, eitthvað svoleiðis og þau töldu út frá því að þau hefðu bara rannsakað þetta nægilega. Þannig að hvað veit maður veit ekkert hvað tekur við þessu fólki. Nei. Nú svipar þessu máli óneitanlega mikið til mál Jasans sem var meðal annars valinn maður ársins bara núna í kryddsíldinni. Jasan og fjölskyldina hans fengu mannúðarleyfi eftir
mikla baráttu aktivista og bara almennings sem var misboðið og það svona að mér virðist allavega að þetta sé svona mál sem virðist allavega verða nokkuð stórt bæði í fjölmiðlum og meðal almenning sem misboðið, hérna aftur fatlað barn sem á einhvern veginn að brjóta og við erum að tala sko foreldra sem eru boðin og búin að meira segja samþykja að fara til Venezuela en bara ekki alveg strax á meðan að hérna dóttir þeirra bara hún hólpin, þá þau tilbúin til þess að gera þetta bara í sameiningu við Íslenska ríkið og þetta verðist ekki verið boði. Hafið þið fengið ykkur viðbröð eins og frá nýjum ráðherra, dómsmála eða félagsmála? Svo sem ekki það að við höfum kannski leitað heldur sérstaklega til ráðherra, þannig ég svo sem geti ekkit beinleiðis gagnrýnt það, en hérna... Ég getur sagt frá því að þær höfnuðu því báðar að koma í viðtal í dag. Já, einmitt. Og morgun og í vikunni. Þannig að hérna, þær eru ekki alveg tilbúnar til þess að ræða þessi mál, akkurat eins og staðin núna, en já, það kannski ekki skrítið, því að síðasta mál sprengdi ríkisstjórn. Já. Vilja einhverjum minn allavega. Einmitt. En hérna, hvert framhaldið fyrir þessa fjölskyldu? Eins og staðan núna, þá sýnist mér á öllu að barnið og fjölskyldan þurfi bara snúa aftur til Venezuela. Þau, eins og ég segi, þau þora ekki að láta brottvísa sér. Hvað gerist þá? Þau fara til lands þar sem heilbrigðiskerfið alveg í mólum og það liggur ekkert fyrir það hvort að barnið muni fá þá nauðsynlega aðstoð sem hún þarf að halda og það bara... Eða bara hvort að þessi tiltekna aðferð sem notuð hér sé þekkt þar eða þú veist, þú veist, það eru mismunandi aðferðir víst á milli heimsluta, hef ég heyrt hérna í svona læknistjónustu. Þetta bara flókið, þetta bara mjög flókið. Fyrir utan það að, ég meina, í þessu tiltekna máli, þá þetta líka fólk sem tilheyrði stjórnarandstöðunni í Venezuela. Þetta var fólk sem var aktíft í mótmælum og slíkt, sko. Þannig að þetta líka alveg fólk sem geti bara lent í basli hreinlega við það að vera sendt tilbaka, sko. En svona það sem kannski svona mest frábröðið þeirra máli finnst mér og við kannski svona flest mál varða barnið, sko. Og þessa heilsufarskvilla. Hver var í svona óskastaðan þín sem lögmanns ef við fengjum eina ósk frá ráðherrum ríkisstjórnarinnar? Hvað myndir þú vilja gera? Í þessu máli? Já. Mér finnst algjörlega ótækt að það hafi ekki verið samþykkt að veita þeim þau lágmarksréttindi að vera frammi yfir þessa nauðsynlegu aðgerð. Mér finnst það óverjandi. Mér finnst, ég sé ekki að það sé forsvaranlegt að hafna þessu, af því að það er skýr heimild í lögunum fyrir því að ef það er sanngirnissjónarmið fyrir hendi að fresta svona sjálfvirðileg heimför og það er svona lágmark, sko, fyrst að þau eru til í það. Auðvitað hefði ég vilja auðvitað myndi það vera líka óskastaða fyrir mig sem lögmann ef að réttarkerfið hér á landi í þessum málaflokki væri þannig að fólk ætti eitthvað séns á til dæmis að fara með málið sitt fyrir dóm. Það er auðvitað ekki raunverulega möguleiki fyrir hendi, af því að það sem gerist fólk bara hent úr landi. Af því að ef þau ætla að fara þá leið, þá þurfa það að óska eftir það sem heitir frestun réttaráhrifa, sem að þau þurfa að óska eftir hjá kærunefnd útlendingamála, sem sami aðili og úrskurðar í hælismálinu þeirra og hefur enga sérstaka hagsmuni á því að fallast á slíka beiðnir og ég veit nú ekki alveg prósenturnar en mér skilst að það sé í háu 90%, sem sagt höfnunar Já, þú sést að hafna því að fresta réttaráhrifum. Já, þannig að það raunverulega aðgengi að dómstólum verulega takmarkað og það finnst mér að vera verulega slæmt í þessu málaflokki í heilsinni og sérstaklega þessu máli, þegar ég myndi vilja fara með þetta mál fyrir dóm. Nú erum við talað að þetta sé hælisleitenda vandi. Vandinn kerfislegur? Eða það aðsókn fólksins hingað sem vandamálið? Þetta auðvitað bara rosalega flókið og og það alveg valið að hafa mismunandi skoðanir á þessu. En það að minnstakosti hægt að benda á mjög víðtæka galla í kerfinu og þannig að ég get allavega fullir það og bara til dæmis svona í tengslu við kostnað og slíkt, það alltaf verið að tala upp kostnaðin í þessu kerfi á sama tíma og við erum vel að bönnum eins og fólki að vinna, það rosalega einkennilegt.
og það víðtækari gallar en það sko. Jón Sigurðsson, lögmaður, þakka kærlega fyrir að koma hérna og útskýra þetta mál og við höldum áfram að kannski og bara höldum áfram að fylgjast með þessu og fáum að nippa í þig hérna bara á morgunni eða hinn, svona fáum að vita framvinduna og hvort eitthvað breytist. Já. Þakka kærlega fyrir og gangið vel. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl, við ætlum að vinda okkur í svona eftirfylgni. Þá við vorum dálítið duglega að setja fram hugmyndir, kröfur, pælingar réttlátt og betra samfélag hérna fyrir kosningar og í kosningabaráttunni sérstaklega náttúrulega. Svo núna er komin ný ríkisstjórn og mörgum þykir svona ekki við hæfi hef ég tekið eftir að vera eitthvað að gagnrýna valkyrjurnar eða bara nýja ríkisstjórn ekki að vera komin eina neikvæðni, en ég held að það sé mjög mikilvægt hérna við Rauðaborðið að við byrjum bara strax að kalla til svona þá hagsmuna aðila sem eða ekki hagsmuna aðila heldur þá sem eiginlega hafa barist fyrir ákveðnum hópum og hingað komin Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður leigjendasamtakana. Takk fyrir að koma og taka stöðuna svona. Mér langaði bara að biðja að vera með einhvers konar stöðumat, svona hvernig horfir fyrir leigjendum núna fyrst á nýju ári og minni ríkisstjórn? Nú, eins og segir réttilega, þá virðist eins og almenningur sé svolítið ragu við það að gagnrýna stjórnvöld og gefa þeim séns, og sem ég tel alveg rétt, en hins vegar það bara þannig í svona hagsmunabaráttu, þá geta svona einhver virðing eða tengsl, vinskapur eða einhvers konar svona samherja vensl, þau mega bara ekki skipta neinu máli vegna þess að þú ert með ákveðin málstað, þú ert að berjast fyrir ákveðin skjólstæðinga og þú þarft alltaf að horfa bara blákalt á hvernig staða þeirra hvernig hún hefur verið og hvað þessir hópar eiga inni og það má þá ekki undir neinum kringustæðum vera þannig að þú vera ragu við að gagnrýna stjórnvöld vegna þess að hugsanlega að einhver leyti standaðu þín megin á hinn pólitíska ási. Ég bara hafna því algjörlega. Þannig að ég ætla að leiða mér að gagnrýna þessa ríkisstjórn ef að hún fer út á sporinu, ef hún ætlar ekki að uppfylla þau loforð sem að hún kom fram með. Og ég kannski strax komið með ákveðna efasemdir. Við erum með að því að nú horfi ég svolítið mikið á hagsmuni leigjenda að við erum með 2 þingmenn hann inni þungavíkta þingmenn, annar þeirra er komin orðið núna formaður fjárlaganefndar Alþingis og hinn er orðin ráðherra og þetta eru 2 einstaklingar sem hafa talað mikið fyrir bættum réttin til leigjenda og þeir eru konið lykil aðstöðu til þess að gera nákvæmlega það sem þeir hafa talað fyrir í mörg ár. Þannig að þú þarft eiginlega, ég ætla bara að skjóta inn í þetta má kalla þetta gagnrýni, það má líka tala kannski svona á þessu stíði máls svona minnisblað eða minnislista til. Já, bara halda þeim við efnið en það má ekki vera þannig að það meni að vera rægir við að gagnrýna stjórnvöld eða ráðandi öfl þó að þau séu á einhver leyti, einhver staðar í einhverju samhengi, einhver samherjar. Það er líka meinið við íslenska pólitík er að þú meir ekki gagnrýna samherjaðina, eða það sem þú telur samherjaðina. Maður sér þetta með mörg og þetta hefur rætt hérna við Rauðaborðið að til dæmis náttúruverndarsamtök sem að voru í miklu svona pólitískum tengslu við Vinstri græn allan þeirra stjórnartíma að það svona botnir fósildi úr starfinu á þeim vegna þess að þau gátu ekki gagnrýnt stjórnvöld vegna þess að þar inni voru kannski svona þeirra samherjar inn í VG og þetta er ekkert eftirbreytni. En eins og segi, ég las stjórnarsáttmálann og sérstaklega sem að varðaði húsnæðismálin
Og það sem að leigjendur hafa verið að kalla eftir alla tíð að það verið komið böndum á sjálftöku og okur á leigumarkaði og það ekkert að finna í stjórnarsáttmálanum og það gagnrýni ég og það finnst mér óásættanlegt með öllu að í upphafi þessa ferðalags ríkisstjórnarinnar sé ekkert minnst á það að leigjendur á Íslandi hafi í áratug, 1,5 áratug búið við viðbjóðslega sjálftöku og mannskemmandi okur sem að veldur langvölum og alvarlegum áföllum hjá tugum þúsunda fjölskylda. Það sko ekkert vera minnst á það í stjórnmálasáttmálanum og sérstaklega þegar við erum með 2 flokka sem að segjast og sögðust fyrir kosningar ætla að laga stöðu leigjenda. Nú var hérna sá sem gegndi formennsku í leigjendasamtökunum á kosningabaráttunni. Ingvi Ómar, hann var með svona óformlega könnun á eiginlega hvernig eiginlega flokkarnir kom út úr kosningalofvörðunum eða hvernig kosningalofvörðun kom eiginlega út úr mati leigjendasamtakana með hagsmuni leigjenda í huga og þá var sósíalistaflokkurinn var bara klár vinningshafi og síðan voru þessir 2 eiginlega stjórnarflokkar held í næstu, ef ég man rétt, það var sem sagt flokkur fólksins með Ragnar Þór náttúrulega sem ofboðslega vel inn í málunum og svo Samfylkingin, ef ég man rétt. Það var þannig. Þannig að þetta ætti að vera svona þannig að þú ert núna náttúrulega mjög heppilegt að þú ert þá í stjórnarandstöðu raunverulega. Já. Og ert ekki það raunverulega eins og þú segir með Vinstri græn og náttúruverndar þá kannski bara ágætt að þú ert ekki á þingi og getur haldið áfram þá að minna á að veri þessi svona þrýstihópur. Já, þetta líka eitt þar sem að svona ákveðin hugsanavilla kannski í framhjálpi, það ákveðin hugsanavilla að góðir aktivistar þurfi að enda inn á Alþingi. Góðir aktivistar geta bara fengið laun og lifa sem mannsamandi lífi sem aktivistar fyrir sína skjólstæðinga. En ekki að endilega allir endin á Alþingi þar sem að, eins og við sjáum svo oft verður lítið úr starfskröftum þeirra, sérstaklega varðandi það málstað sem að þeir kannski fara helst fyrir. En þeir náttúrulega fá kannski engin laun ef þeir fara ekki á Alþingi eða hvað? Það er ekki sjálfgefið að hagsmuna samtök fái í raunverulega hafi burði til að berjast fyrir skjólstæðingum? Nei, það eru mörg dæmi það að hagsmuna samtök geta ekki haldið út í almennilegu starfi. Oft á tíðum mætti eiginlega segja svona að það er ákveðni hagsmunir sem að verða tímabundnir, verða mjög staðbundnir og það er kannski ekki hægt að réttlæta það að hagsmunarsamtök að því kaliberi í að geta borgað starfsfólki sínu laun. Það koma upp alls konar svona aðstæður þar sem að hagsmunarsamtök verða til og þau verða til eins og segir staðbundin og jafnvel tímabundin eða mjög afmörkuð. En með tilliti til leigjendasamtakana þá eru við náttúrulega samtök sem eru að berjast fyrir réttindum rúmlega 40.000 fjölskyldna allt land. Þetta er einn stærsti einstaki þjóðfélagshópurinn. Þannig að við erum ekki með eitthvað tímabundin að takmörkuð eða afmörkuð hagsmunamál sem við berjast fyrir. Þetta eru mjög brýn og stærstu hagsmunir leigjenda. Leigjendur eiginlega enga stærri hagsmuni en þá náttúrulega að búa vel fjölskyldur sína. En það snýst náttúrulega að því að staða þeirra sem leigjendur, hún litar allt annað í þeirra lífi. Þannig að þetta eru stærstu hagsmunni þessara 40.000 fjölskyldna og gríðarlega stórhópur og að auðvitað ættu samtök eins og hagsmunarsamtök leigjenda að geta haldið út í starfi þar sem að þetta borga fólki laun vegna þess að starfið við að berjast fyrir réttundum og hagsmunum þessara hóps er gríðarlega umfangsmikið, gríðarlega flókin og margþátta og þú þarft að viðhafa stöðug andmæli í einu opinberu umræðu vegna þess að við erum með gríðarlega sterk hagsmunarsamtök á hinum endanum, hagsmunarsamtök fjárfesta og fjármagnsins sem eru með tugi vellaunara starfsmanna við einmitt að viðhalda ákveðnu orðræði, ákveðnu sín, ákveðnu sjónarhorni á stöðuna á húsnæðismarkaði og við þurfum að vera andlagi þar og jafnvel andlagi við stjórnvöld og þannig að
ef þú ert með stjórnvöld og fjármagnið með ákveði sjónarhótt og reyna að viðhalda uppi ákveðinu orðræðu húsnæðismarkaðinn, þá ertu með andlag á vegum sjálfboðasamtaka í gríðarlega flóknu málefni og það náttúrulega bara á engan veginn sangjart eins og nauðsynlegt og þetta En einhver fordæmi fyrir því að slík samtök fái einhver fyrirgreiðslu svona frá hinu opinbera? Já, það er náttúrulega fullt af samtökum sem að fá fjármuni frá hinu opinbera. Það eru nokkur 100 félagasamtök og það var nú birtur listi hérna fyrir einhverjum vikur síðan þar sem að var farið yfir svona, listin hefur kannski verið svona að reyna að draga fram svona samtök sem að fáur vita eða kannski fæstir vita en sýndu fram á hvað ríki var að móka 20 miljóna inn í samtök sem að mjög fáur vita hvað standa fyrir og ég man til dæmis eftir það voru samtök Sameinuðu þjóðirnar sem að í rauninni gera ekkert annað heldur en að flytja fréttir af allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og ég kann ekki séð að það séu margir sem eru að lesa þessar fréttir, minnst kosti berast þessar fréttir ekki út í hina almennu umræðu. Þetta eru samtök sem fengu samt tæplega 20 milljónir frá ríkinu á síðast ári. Leigjendasamtökin fengu 0 krónur. En það eru hagsmunasamtök ákveðna hópa, eins og til dæmis hagsmunarsamtök og baráttusamtök samkynhneigðra samtökin 78, þau hafa fengið 20 miljóna hverju ári og oft fengið líka sérstaka verkefnastyrki. Mér taldist til að þetta hefur hátt í 200 milljónir held ég fyrir árið 2023 og þetta er vel. Það er svona mikilvægir hagsmunir og svona mikilvæg hagsmunarsamtök, þau eiga að fá svona fjárhæðir frá ríkinu. En það er annars samhengi þessu sem er kannski bæði ekki bara mikilvægt, þetta er mjög alvarlegt. Við erum með leigjendur. Þeir eru skattlagðir umfram alla aðra þjóðfélagshópa. Þeir þurfa að borga, eru rukkaðir af leigusölunum, annars vegar 11% skatt og á leigugreiðslurnar sínar eða 22%. Það fyrir til hvort leigi hjá einstaklingum eða fyrirtækjum. Það er lagður á náða 11% skattur ef þú leigir hjá einstaklingi, 22% skattur ef þú leigir hjá fyrirtæki. Þessum skatti skila leigusalarnir til ríkissjóðs. En leigjendur greiðan. Það er leigjendur sem greiðan skatt og það er engin annar þjóðfélagshópur sem er skattlagður umfram aðra hópa. Það er þetta að segja kannski bifreiðeigendur, en þeir eru skattlagðir sérstaklega vegna þeir nota göturnar og eru að nota þau innvið og slíta þeim. En leigjendur, þeir eru ekkert með athafnasemi umfram aðra sem að skadar samfélagið einhvern veginn, en þeir eru samt skattlagðir og miðað við útreikninga okkar, þá eru þess að upphæðir á milli svona 10 og 15 miljardar sem að fara inn í ríkissjóð miðað við stærð leigumarkaðarins í dag á hverju ári. Það segir okkur líka það að leigjendur sjálfur hafa staðið undir húsnæðisbótakerfinu alla tíð. Húsnæðisbætur til leigjenda hafa verið bylunum svona 7 til 8 upp undir 9 milljarða á hverju ári og þar hafa þess að valla náð því að vera heilmingurinn af því sem að leigjendur eru að skila inn í ríkissjóð. Þannig að þegar verið að segja að ríkið sé að borga húsnæðisbætur til leigjenda, þá er það bara alls ekki þannig. Það eru leigjendurnir sjálfur sem hafa staðið undir þessu kerfi og vel það. Og þessi fjármuni kannski enda þá hjá leigusalanum á endanum, er það ekki vegna leigubótana þá sjá menn sér fært, þá viljum menn kannski hækka leiguna, er það ekki? Já, það er leigusalinn, hann innheimtir þennan skatt af leigjendunum og hann skilur honum inn í ríkissjóð og hann er ekki sérstaklega mertur, hann fer bara inn í ríkissjóð eins og hver annar skattur, en hluti af þessum peningum fer í það að halda upp í húsnæðisbótakerfinu sem að er aftur einmitt það kerfi sem að leigusalarnir vilja að verði styrt vegna þess að þeir vilja geta hækka húsaleguna. Því að húsalegan hefur alltaf hækkað í takti við hækkun húsnæðisbótum og alltaf vel umfram það. Við sýndum fram á þetta núna fyrir einmitt síðustu kjarasamninga þegar var samið aukna hækkun húsnæðisbótum sem vel að merkja hækkun á húsnæðisbótum sem var samið hún hvarf á meðan að samningstímanum stóð. Það er að segja ávinningurinn af því þess að krónutölu hækkuninni.
Þannig að, en auðvitað vilja leigusalarnir fá þennan pening allan aftur tilbaka sem þeir eiga ekki á uppruna sinn hjá leigjendunum. En það er náttúrulega stórmerkilegt að þú ert með leigjendasamtök sem eru hagsmunasamtök og baráttusamtök rúmlega 40.000 fjölskyldna á Íslandi með þeirra ríkustu og stærstu og alvarlegustu og mikilvægustu hagsmuni. Þeir eru skatlaðir á milli 10 og 15 miljardar sem að fara inn í ríkissjóð en leigjendasamtökin eru samt sem áður einu svona hagsmunasamtök almennings sem fá ekki eina einustu krónu frá ríkinu. Við erum að tala 0 krónur, actually 0 krónur, þrátt fyrir að ríkið og ríkisstjórnin þáverandi 2019 hafði samið sérstaklega það við Alþýðusambandið og Eflingu og VR að styrkja fjárhagslegan rekstur leigjendasamtakanna. Við erum búin að skrifa mörgum ráðherrum ítrykkubréf í gegnum tíðina og þeim hefur ekki einu sinni verið svarað. Og maður spyr sig af hverju. Hugsanlega hefur verið einmitt út af þessu einkennilega samengi þar sem að þú talar ekki við óviniðina og gagnrýnir ekki viniðina. Við höfum verið álitin róttæk hagsmunasamtök sem við erum sjálfsögðu vegna þess að svona barátta fer aldrei öðruvísi fram heldur en róttæk eða minnst að kosti með ákveðni ástríðu. Þannig að við hefum verið afgreitt svona sem öfgafólk og róttæk og þáverandi innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson, hann skautaði bara hreinlega framhjá leigjendasamtökunum og talaði í einu ummæli hans voru þar sem hann nefndi réttmætt samtök leigjenda. Hann vildi meina það leigjendasamtökin sem voru stofnuð 2013 og voru tímabili þau samtök á Íslandi sem uxu hraðast að hann gaf það í skyn að hann féllst ekki á lögmæti þeirra. Þrátt fyrir að við séum með hátt í 3.000 skráða félagsmenn og værum með höfðatölu stærstu leigjendasamtöku í Evrópu. En hann gaf það í skyn að hann ætlaði sér ekki að sættast á það að leigjendasamtökin hefði eitthvað ákveð lögmæti gagnvart honum. Og þetta hefur maður tekið eftir að þetta hefur verið ákveðin afstæði hjá stjórnvöldum og ég vona að það breytist og ég gerir bara kröfu það breytist og þessi félagi mínir tveir, Jóhann Páll og Ragnar Þór sem að ég vunni mikið með í gegnum tíðina og ég treysti fyrir góðum verkum að ég treysti því bara að eitt þeirra fyrsta verk verði að tryggja það að leigjendasamtökin fái góða hlutdeild í þeim skattpenningur sem leigjendur eru að borga inn í ríkissjóð og við gerum bara kröfu það að annarkvort eins og við lögðum til að annarkvort skilið þessum peningum að fullu leyti eða byggi fyrir þá. Já, því það kom nú Ragnar Þór og Jóhann Páll komu nú báðir í spjalli mitt í aðdragandanum man ekki hvort að vera í þættinu sem þú varst svona sem voru að tala sýnina fram á við og þeir voru mjög vel inn í málunum báðir voru með aðgerðar áætlun minni mig en maður hefur ekki neitt heyrt er það rétt hjá mér? Maður hefur ekkert heyrt í nú er Jóhann Páll komin í umhverfismálin en hver er húsnæðismálaráðherra? Er það ekki hún ég bara maður ekki í svipan ég veit að Ásta Lóa hún er yfir velferðarmálunum held ég, félagsmálum og velferðarmálum innviðaráðherra ég bara manna ekki akkurat í augnablikinu. Nei, maður ekki heldur smá blackout en hins vegar er það þannig að þessi málefni eiga jafnt heima hjá velferðarráðherra eins og hjá innviðaráðherra. Þetta er velferðarmál. Staða leigjenda er velferðarmál. Þetta er ekki innviða auðvitað að hluta til innviðamál, þetta er velferðarmál. Það kom náttúrulega ljós þetta með græna bákninu, græna kastalanum. Bara umræðin í kringum hann að þá koma svo ýmsir fletir upp í umræðinu eins og bara akkurat það er velferðar og bara eins og lýðheilsulegt mál að vera með útsýni Já. Og kom sögum byggjum eins og í opna skjöldu greinlega verktökunum eða Þetta er ótrúlega vitnisburð
hvernig fjárhagslega hagsmunir hafa ráðandi ítök í ákvarðantöku bæði á sveitarstjórnarstig og hafa haft í ríkinu. Og þetta það sem við gagnrýndum í sósíalistaflokknum hérna fyrir kosningar mjög harðlega. Bara hvernig fjármagni hefur rekið meira minna alla ákvarðantöku hjá almenningi, eða fyrir í stjórnsýslu almennings. Og þarna sjáum við þetta til dæmis bara hvernig þegar þetta blasir svolítið brútal við okkur, hvernig fjármagni hefur bara fengið að stýra ferðinni. Við erum áttakulega á því að þetta gerist ekkit óvart og það er ekki eins og alveg eins með leigumarkaðinn, það gerist ekkit af þessu óvart. Við erum með nokkur hundruð sérfræðinga hjá öllum sveitafélagum landsins og hjá samtökum sveitafélaga og hjá ríkinu, þetta sé ekki svona 600-700 mann sem að vinna við þetta 265 heila vinnudag á hverju einasta ári við að velta því fyrir sig hvernig á að skipuleggja húsnæðismarkaðinn og skipuleggja samfélagin okkar. Og það þarf enginn að segja mér að þetta komi eitthvað óvart. Svo erum við þar og ekki með fullta sérfræðingum úti í verkfræðarstofunum og arkitektstofunum sem er ofta tíðum líka bara svolítið í höndunum á fjárfestum vegna þess að fjárfestar, þeir setja bara einhverja kröfur. Ég vil fá svona byggingamagn, ég vil fá svona marga hæðir af því að þeir telja bara fermetrana á Excel-skjalinu og sjá bara hérna erum við með 11.000 byggða fermetra, kostnaðurinn við hvert fermetr er kannski 350.000 krónur. Ég get selt hvern einasta fermetr á minnstakosti 850 til milljón og þetta það sem að fjárfestirinn að horfi. Hann er bara með Excel-skjal og svo er arkitektinn, honum er bara gert að leysa þetta að maksa byggingamagni á þessum ákveðnum stöðum og svo er þetta selt og okkur verði sem að minnstakosti leigjendur flestir á ekki efna á að komast í en þarna sjáum við bara hvernig fjármagni stýrir þessu öllu saman. En mér fannst, það sem ég var að hugsa áðan var, þau voru með aðgerðaáætlun, flokkarnir einhverjar, en að þú talaði hversu róttækar breytingar þarf að gera eða róttækar kröfur umverulega, að þá fannst manni svona eins og þessi flokkar, sem eru núna stjórnarflokkar, væru mjög vel inn í málum og í svona með alls konar útreikning á hreinu og allir sammála að þyrfti að byggja meira til dæmis, en það var allavega ég var ekki alveg samfærið það hvar þetta byrja aðgerðirnar vegna þess að manni fannst eins og þyrfti svolítið að það þyrfti raunverulega svolítið hugafarsbreytingu og kannski þá kerfisbreytingu til þess að akkurat að vera ekki að halda alltaf áfram að hygla fjárfestunum. Það er kannski hægt að það er ekki nóg að fara bara að byggja eða byggja meira og byggja þá bara einhver græn skrimsli ef að það er einhvern veginn á röngum forsendum. Þannig að ég hugsaði bara sitjandi það þarf greinilega svona doka við og það þarf greinilega einhver svona aðeins djúptakari breytingu þannig að það sé ekki bara verið að gera einhver svona smá einmitt bæta það voru svona nokkur góð atriði en það var eins og það einhvern veginn fannst mér að sósíalistar sýndu fram á að það var eins og það myndi ekki duga nema mjög skamt ef það væri ekki leið eða á undan farið í það að bara vinda ofan að þessi öfgamarkaðshyggju á húsnæðismarkaði. Það er það sem að þarf og mér finnst mjög varlega stigið til jarðar hjá núverandi stjórnvöldum, minnst okkar ef að marka má stjórnarsáttmálunum. Það á ekki að taka á þessari öfgamarkaðshyggju á húsnæðismarkaði. Við vorum átt okkur á því að uppbyggingaferli ef á að breyta taktinum í uppbyggingu húsnæði það mun taka töluvert langan tíma. Við erum með ákveðna getu í byggingarinnanum og hún er kannski þegar best lætur rétt rúmlega 3.000 íbúður á ári og okkur vantar milli 8 og 10.000 núna bara vantar. Við erum að sjá fram á samdrátt á þessu ári í framleiðslu með að við útgefum byggingaleyfi fyrra. Þannig að við verum að tala að kannski ekki fyrir árið 2026 verður þetta að koma byggingamarkaðnum aftur á stað og þá verður þetta væntanlega allt eins og áður, bara á forsendum hans. Ég talaði við fjármálastjóra hjá stórum byggingaraðila og hann sagði við mér fyrirætlanir stjórnvalda og óskir skipta okkur engu máli. Við horfum bara á rekstrarumhverfið. Það er eina sem við horfum í.
Þannig að sko að þó að stjórnvöld séu búin að skipuleggja lóður og þess áttar, ef að rekstrar umhverfi verktakana þannig að agnast þeim að hingra aðeins og byggja bara á dýrulóðunum eða þar fram eftir göttunum, þá munið bara einfaldlega að gera það. Og það er þetta því að markaðurinn ræður. Það er algjör markaðshyggja eða markaðurinn bara ræður þannig ferðinni og við höfum viljað sjá að ríki og sveitarfélög tæki stærri þátt í uppbyggingunum vegna þess að þau gera þetta ekki á markaðsforsendum og eru ekki að horfa í ekstra umhverfið, heldur bara þörfina til þess að uppfylla þessa félagslegu þörf íbúana eða skjólstæðinga sinna. Við höfum viljað sjá það. Annars sem ég rækka augun í varðandi stjórnvaldi sem við höfum kallað eftir en það virðist eins og stjórnvöld hafi látið þarfir sitja varðandi leigumarkaðin og stöðun á leigumarkaði núna. Það þarf bráða aðgerðir á leigumarkaði og þá erum við að tala það þarf að hamla, ekki bara hamla frekara hækkunum, heldur leiðrétta leiguverð. Það er fyrsta krafan. Það er að leiðrétta leiguverð vegna þess það er búið að hækka umfram allar aðra hagstærðir eða samfylgni við aðra hagstærðir meira á Íslandi en nokkur öðru landi í Evrópu. Þannig að það er að leiðrétta það. Það er ekki nóg að hafa leiguþak. Nei, það þarf að setja leiguþak eða að setja viðmunaverð, það þarf að leiðrétta leiguverð. Þetta er bara að leiðrétta leiguverð. Við getum bara miða við, það eru alls konar aðferði við að reikna út eðlilega húsaleigu og við höfum gert það eftir einum 5 mismunandi leiðum og alltaf endað á svona sama 10.000 krónunum við höfum reikna út eðlilega húsaleigu fyrir ákveðna stærðir íbúðum sem að þýðir hins vegar að húsaleiga þarf að lækka 30-35%. Þá erum við komin að því sem eðlileg húsaleiga og ætti að vera. Ef að húsaleiga hefði hækkað samhliða verðlagi, verið með eðlilega samfylgni við hækkun húsnæðisverð, tæki mið af kostnaði og ef við myndum nýta okkur áfram þessa reglu sem ríkið hefur nýtt sjálft í áratugi, þar sem að húsaleiga er bara 5% af brunabóndamandi, þá þarf að húsaleiga að lækka þetta 30% og það þarf að gera strax. Það er ekki nóg að segja, við ætlum að setja frekari hömlur á Airbnb. Það er bara alls ekki nóg. Þörfin er það mikil. Ég hins vegar fullur sem það að það mun hafa áhrif þegar að kemur til gags. Ég veit ekki hvernig það verður. Ég er ekki búin að sjá neinn frumvörp þetta og ég sé það ekki hendi mér að þetta verði á vorþinginu. Hugsanlega kemur þetta ekki fram fyrir næsta haust sem þýðir það að þá kemur þetta til framkvæmda einhvern tímann vorið sumarið 2026 sem þýðir þá að leigjendur eru þá aftur látnir bíða í hátt í 2 ár búandi við þessar mannskemmbarna aðstæður. Við vitum það bara að fólk sem að býr við til dæmis húsnæðisóöryggi þegar maður fjórfalt líklega til þess að falla fyrir eigin hendi. Þetta hefur gríðarlega alvarlegar afleiðingar í för með sér og það ætti að vera fyrsti forgangur stjórnvalda að það er að draga úr sjálftöku eða stöðva sjálftökuna og stöðva þetta okurlegumarkaði og tryggja húsnæðisöryggi leigjenda og það þarf að gera strax og ég segi bara fyrir leigjendur, það verður engin afsláttur gefin á því, ekki nokkur, ekki í 1 mínútu, aldrei og við munum berjast fyrir þessu alveg sama hverjir eru í ríkisstjórn og hverjir fara fyrir þessu málaflokki. Kristrún náttúrulega talaði þetta í áramóta ávarpinu þá ef mann rétt lagður mikla áherslu á húsnæðismálin og þarna eru einmitt þeir sem bara sátu hérna og lofuðu bara virkilega ef að þeir kæmu til valda myndu taka þetta föstutökum þannig að það er svo sem alveg kannski meiri von núna en oft áður að þetta verði einhvern veginn tekið alvarlega en þá kemur þess að þú segir bara hversu lengi samt, hvar lendir það á einhverjum svona einhverju áætlana gerð þú veist, hversu þetta tekur allt tíma, það tekur tíma að koma fram með frumvarp sem þarf að fara í samráðsgátt og það þarf til að byrja með fara í gegnum flokk eins og Viðreisn sem hefur hingað til hafnað öllum inngripum á leigumarkaði
Það var bara að tala fyrir óheftri öfgamarkasíkju á húsnæðismarkaði, alltaf. Og þarna hefur við bara mætt þessu viðhorfi bæði á Alþingi og í borgarstjórn Reykjavíkur. Það þarf að koma svona frumvarp í gegnum þann flokk. Og svo þarf að fara með þetta inn í þingið. Það er að afgreiða þar og svo þarf að setja ykkur dagsetningu á það hvenær það getur framkvæmda varðandi, þá erum við að tala um þetta frumvarp sem hugsanlega kemur varðandi það að draga úr fjölda íbúða á skammtímalega markaði. Nú, og svo yfirleitt þannig í svona frumvarpum að þeim fólk gefin ákveðin umþóttunartími. Hann kannski 6-12 mánuðir, það er að segja að fólk búin að kannski fjárfesta í íbúðum og til að vera með það skammtímalegu og þeim gefin einhver umþóttunartími. Hvað ætla að gera við íbúðunar, selja þær eftir atvikum eða setja þær á leigumarkaðin. Þannig að þá eftir að draga þetta er að dragast mjög á langinn að við fáum einhvers konar alvöru áhrif af þess konar inngripum inn á húsnæðismarkaði þannig að það geti haft áhrif á leiguverð. En væri hægt að gera eitthvað strax? Já, það sem hægt að gera strax það hægt að setja og hægt að leiðrétta húsaleigu. Það bara hægt að gera það strax? Já, það er hægt að gera það strax og það hefur verið gert áður. Það hefur verið sett lög 1983 sem að gerði þetta nákvæmlega. Líka sett lög á 1947 og 1927 og 1930 eitthvað. En þetta hefur ekki verið gert í seinni tíð vegna þess einfaldlega á 7., 7., 8. áratugnum. Og alveg framundir 1995 þá var húsnæðisuppbygging þannig að hún uppfyllti þörf landsmanna alveg að því marki að það var enginn sem gat níðst á samborgurum sínum í skjóli skors af húsnæði. Já. Þannig að þess vegna höfum við tímabil þar sem að ekki verið, það þarf hreinlega ekki. En það gerðist eins og 1983 en það var reyndar út af verðbólgunni af því að launin fylgdi ekki verðbólgu heldur en húsalega fylgdi verðbólgu að þá setti þáverandi stjórnvöld bara lög húsalegum sem voru gildir svo reyndar með ákveðnum afbrigðum fram til 1999. Þannig að það er hægt að gera þetta og það eru fullt af ríkjum sem að gera þetta. Það eru 23 ríki í Evrópu sem eru með eitthvað svona hömlur á upphafslegu. Við erum allt í kringum okkur. Í Danmörku, Þýskalandi, Austurríki, Hollandi, Belgíu, Spáni. Þetta er allt í kringum okkur þar sem að ekki bara verið að setja leigubremsu, heldur líka eru ákveðin viðmið upphafsleguna. Gott og vel, ef að leigubremsa hefur verið sett á bara 2011, í maí 2011. En það er ekki hægt að láta húsalegu hækka 3-4-falt umfram verðlag í 1,5 áratug og segja, nú skulum við setja leigubremsu. Þegar að leigan er allt og há vegna þess að það hjálpar leigjendum ekki neitt að vera að borga 70-80% af ráðstöfunartekjum sínum, vitandi það að húsalega mun ekki hækka nema 1.500 krónur í næsta mánuði í staðinn fyrir 1.800 krónur. Já, þegar ójafnvægið orðið svona gríðarlegt. Já, það er þetta sem þurfum að laga og þetta þurfa stjórnvöld núverandi að setja í algjöran forgang vegna þess að þarna eru undir líf og heilsa og framtíð og atgerfi yfir 40.000 fjölskyldna á Íslandi. Og jafnvel fleiri núna, svona eins og áhorfir væntanlega, en þá er svolítið merkilegt Guðmundur Hrafn að það voru hlustendur sem að skoruðu á okkur hérna við Rauðaborða að kalla þig til núna vegna þess að það er svolítið misræmi milli þessarar ofboðslega áherslu sem var í kosningabaráttun á húsnæðismálin. Það voru eiginlega allir flokkar sammála eiginlega bara allir hægri og vinstri að húsnæðismálin væru aðalatrið og svo bara hversu langan tíma, horfa allir núna á klukkuna og svona hversu langan tíma ég var gefa nýri ríkisstjórn áður en þetta er þá byrjað einmitt sett á oddinn kannski maður getur kannski ekki sett neitt rosalega nákvæman tíma á þetta. Ég myndi segja að eftir svona 2 vikum eftir að þingið komið saman ef við erum ekki farin að sjá þá ekki bara einhverja fyrirætlanir vegna þess að fyrirætlanir hafa enga þýðingu. Tja, eru ekki góðar eða eru góðar fyrirætlanir? Nei, þær hafa enga þýðingu. Þær gera ekki neitt. Það eru verkin sem að tala. Þú getur alveg sett fram eins og Sigurður Ingi
hann svona hálfgerður spunameistari með fyrirætlanir. Það rauninni konungur fyrirætlana. Hann gerði ekkert annað og ég held að það hafi losað þessa þörf á að gera eitthvað. Það var að koma fram endalaust með fyrirætlanir. Leið viðkomandi væntanlega örlítið betur að eftir að hafa myndgert og sagt frá og baða sig í ákveðnu fyrirætlunum á ákveðnum tíma, þá losar svona knýjandi þörf já, við verðum að gera eitthvað. En fyrirætlanir geta hreinlega bara skemmt fyrir líka vegna þess að gefa ákveðna falsvon og það kaupa ákveðin tíma af vissu leyti að fríða fjölmiðla, fríða jafnvel hagsmunahópana líka. Þannig að fyrirætlanir einar og sér sem eru oft verið leikri stjórnvalda. Ég gef lítið fyrir þær. Ég vil bara sjá aðgerðapakka, þar að segja tímasettan, fjármagnaðan aðgerðapakka og ég vil líka sjá aðgerðir sem kostar ríkið ekki krónu, eins og til dæmis að leiðrétta leiguverð og það að skila hluta af þessum fjármunum sem að leigjendur borga í auka skatt umfram alla aðra þegna á landinu inn í hagsmunabaráttu fyrir þá og öllum afgangi skal þá skila annarkvort í húsnæðisbætur eða til uppbyggingar. Við förum bara fram á það og það er ekkert mál að reikna það bara eftir í tíman. Ég meina, ríkisskattstjóri eða skattaöful hljóta geta sagt okkur bara hvað að hafa leigusólar skilað í fjármagnstekjuskatt sem er innheimtur á leigjendum undanfarið 15 ár og þá getum við bara séð hvaða sem leigjendur eiga inni þá annarkvort í fjármunum sem á að setja bara strax í uppbyggingu á húsnæði, óhagnadrifnu húsnæði handa þeim á vegum ríkis- og eða borga þeim í húsnæðisbætur eða styrkja þeirra hagsmunabaráttu. Þetta eru peningar sem að mér liggur við að segja með óréttmætum eða ósiðlegum hætti er innheimtur að fátækasta hluta þjóðarinnar og fer inn í ríkissjóð. Og aldrei talað sem einhver sérstök skattheimta. Þetta sérstök skattheimta sem að leigusalanum gert að innheimta af leigjandanum. Leigusalinn innheimtir skattin af leigjandanum og skilar honum til ríkisins. Nákvæmlega eins og verktakinn sem innheimtir virðisaukaskatt af þeim sem hann kaupir einhverja vöru eða þjónustu af og skilar virðisaukanum til ríkisins. En eins og segir þessir fjármunir sem eru svona órétt þeim aflað órétt með þann máta það væri hægt að nota þá til dæmis í félagslega uppbyggingu húsnæðis, óhagnaðardrifna uppbyggingu það væri bara einhvern veginn lógist mörguleiti það væri ein leiðin en það var einmitt svo sláandi að hvað menn hafðu svona hálfgerða fóbíu fyrir bara orðinu félagslegt húsnæði eða óhagnaðardrifið. Það var svona eins og þetta væri bara orðin einhver mantra að það væri alveg síðasta sort og hitt væri eiginlega sjálfsagt að hafa það markaðsdrifið, svo væri bara spurning svona hvað væri hægt að gera innan þessa markaðskerfis, hvaða lausnum var hægt að finna þar. En mér fannst þetta svona það er eins og þessi búið að tella okkur þá trúum það að eina lausnin sé óheftu markaðsöfl á húsnæðismarkaði. Við verum átt okkur á því að alla síðustu öld og rétt framundir bara undir aldamótin, þá henni 3 kerfi í gangi inn á húsnæðismarkaði. Við erum með samvinnufélög sem að byggðu það vel 20.000 íbúðir. Við erum með sveitafélögin sem að byggðu 14.000 íbúðir og svo erum við með svona hinn almenna markað. Þeir eru álíka stórir þessi kraftar, byggja allir sínu forsendum. Þarna ertu með alvöru svona samkeppni í rauninni vegna þess út með 3 kerfi í húsnæðisuppbyggingu sem að keppa, kannski ekki að tala að félagslegt húsnæði sé að keppa hilli borgara sinna en eru til þess að vega upp á móti verði á almennu markaði og líka bara til þess að vera valkostu fyrir fólk. En í dag erum við með 98% af húsnæðismarkaðnum óheftan markaðsdrifið. Við erum bara rétt 98? Já, við erum með tæplega 3% af húsnæðismarkaðnum sem félagslega svona félagslegt húsnæði, svona almennu húsnæði. Þannig að við erum með algjörða yfirburðastöðu eins kerfis og við erum eina landi sem erum með svoleiðis. Meira segja til dæmis í Englandi
Margaret Thatcher, hún sló nú svolítið tónin í niðurrifi á félagslegu húsnæðiskerfi víð í Evrópu, minnst okkur í þau löndum sem að tóku upp þessa stefnu. Í Englandi var félagslegt húsnæði rétt rúmlega 30% af öllu húsnæði. Þrátt fyrir að Margaret Thatcher hafi verið við völd í 10 ár og verið rauninni þessi stóru hugmyndasmiður þessara eyðileggingarstefnu, að þá tókst henni ekki að færa hlutfall félagslegt húsnæði í Englandi nema niður undir 20%. Á Íslandi fóruðu með niður í 2,4%. Þannig að það var algjört niðurbrot á þessu kerfi og við þurfum að vera með enga eða hagnaðardrifin húsnæðismarkað má alls ekki vera meir en 50% af allri uppbyggingu. Alls ekki meira. Ekki 90% eða 98%. Það má ekki fara yfir 50%. Hinn 50% þurfa að vera húsnæði og það eru að tala gæða húsnæði á vegum samvinnufélaga, sjálfseignarstofnana og sveitafélaga. Það þarf að vera alvöru valkostur. Og þar sem að húsnæðismarkaðurinn í jafnvægi, þá er það víða svona vegna þess að það er nú bara verið sýnt fram á það með rannsóknum að þegar að þú ert með umhverfi sem að í rauninni gagnast ekki spákaupmennsku, þá verður allt umhverfi betra. Ástralía gerur rannsóknir á þessu og þeir tóku eftir því að við þrengja að regluverki á leigumarkaði í ákveðnum skrefum, þá sáur þennan tendens að það voru braskarnir sem hörfuðu, ekki alvöru fjárfestar eða alvöru uppbyggingaraðilar og þeir sem urðu eftir sem að voru inn á húsnæðismarkaði með einhverjum ákveðnum metnaði og til langstíma, þeir sögðu allir að umhverfið hefði orðið betra þegar að braskarnir fóru. En við erum með umhverfið í dag þar sem að verðt með algjörna yfirbyrða og heftri og öfgaða markasíkju sem náttúrulega drauma leikvöllur braskarana og þetta þurfum við náttúrulega að stoppa og ég segi bara að þetta lítur hljóma kannski svolítið öfgafullt að við þurfum að stöðva þetta en það verður bara að stöðva þetta. Þetta nákvæmlega eins og með bara skæða sjúkdóma, bara verður að stöðva svona sem hefur eyðileggjandi og skemmandi og meðandi áhrif á svo stóran hópa meðborgar okkar og samborgar okkar, þá verðum við að stöðva þetta. Okkur ber algjör skylda til þess og ég treysti stjórnvöld til þess en þau geta ekki keypt sér tíma fram á voru til þess að koma fram með alvöru áætlanir þetta. Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður Leigjendasamtakanna, kæra þakki fyrir að koma og minna stjórnvöld á að þau lofuðu öllu fögru og það er ekki nóg að vera með fögur fyrirheit, það er ekki gott fyrir landið okkur og ekki gott fyrir geðheilsuna og eins og þú segir þegar það kemur í hausinn á okkur og við höfum ekki langan tíma, við höfum ekki tíma til að bíða sem sagt. Alls ekki. Takk fyrir og hlustendum og áhorfendum þakkaði fyrir og Laufey Líndal Ólafsdóttir þakkaði fyrir að sitja hérna hjá okkur og með okkur og senda spjallið yfir til ykkar. Ég þakka líka góðum hlustendum fyrir að skora á okkur að tala við formann Leigjendasamtakanna núna og ekki síðar en núna af því að það þarf að halda þessari gagnrýnu samræðu áfram. Ég heiti Oddný Eir og biður hún fari ekki langt. Við höldum áfram samræðun hérna við Rauða borðið eftir smástund. Takk. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Þá erum við komin aftur að Rauða borðinu til að ræða samfélagið og okkur sjálf í ýmsu samhengi út frá ýmsum sjónarhornum. Hingað er komin verkefnistjóri stóra ráðstefnu sem verður haldin helgina, sagnfræðingur Þór Martinsson, vertu velkomin. Takk. Og ég fekk þig til að koma bara svona eins og örstutt til að fara kannski ekki alveg ofan í stjórnarskrár málið eða hvað heldur þú svona að segja okkur meira aðeins hvers vegna það er mikilvægt að ræða þetta mál núna. Þetta er ekki stjórnarskrármálið, nýja stjórnarskráin, hvort eigi að lögfesta hana eða hvað? Nei. Hvernig kom til að þú eiginlega fórst að pæla í svona ráðstefnu?
Já, þetta er hérna hugmynd sem ég hef lengi verið að bera með mér og haft áhuga á að koma á laggirnar einhvers konar málstofu, málþingi varðandi þessi tímamót þar að segja, ég hef rannsakað þess að ég seti hérna fræðimannahattin á mig þá ég er sagfræðingur og mínar rannsóknir hafa beinst að stjórnarskrána 1874 og þegar ég var svona að kynna niðurstöðurnar meðal annars fyrir Guðna TH þá benti hann mér á, þetta var samt 2024 byrjun árs 2024 að nú væri afmæli þessa plaggs að renna upp. Já. Sem var þá í seinasta vetur bæði janúar og svo sumarið stjórnarskráin öðlaðist formlegt gildi 1. ágúst 1874 og síðan hafa þau áform svona innan ráðuneyta ekki orðið að veruleika á ýmsum ástæðum. Að halda upp ámælið? Já, að gera einhvað með þessi tímamót og í raun og veru hefði hugmyndin mín þá var að halda upp á tímamóti, þá var 80 ámæli lýðveldishátíð stjórnarskrárinnar og 150 ára ámæli stjórnarskránum hins sérstöku málefni Íslands sem er svona upphaflega plaggið sem liggur til grundvallar lýðveldisskráni. En síðan verður svo niðurstaða núna í vetur og við hefum viljað halda það í raun og veru í senasta haust en þá komum upp þessar kosningar og ákveðum í raun og veru að janúar væri heppilegu tími. En yfirskriftin er sem þetta 150 ára ámæli en svona undir þeim formerkjum að nú eru 150 ár liðin og nú það sé þess virði að ræða þessi mál fræðilega. Það er svona í raun og veru yfirskriftin. Hér segir að Reykjavíkurakademían boðið til málstofu í Þjóðminjasafninu á laugardaginn, ekki satt? Nei, á föstudaginn. Föstudaginn, 17. janúar og spurningin er þessi, hver er staða stjórnarskrár okkar í alþjóðlegu samhengi? Uppfyllir hún nauðsynlegar þarfir nútímaríkis? Úr hvaða umhverfi er hún sprottin og hefur hún verið forsenda íslenskra samfélagsgerðar og framfara? Og þannig er nú svona stórskota lið sem sagt með erindi Benedikt Bogason, forseti Hæstaréttar, setur málstofuna, aðalfyrirlesari Róbert Spanó, Lára Magnúsardóttir, Þór Martinsson, Haukur Arþórsson, Páll Þórhallsson, Þórdís Kolbrún Reykfjörð og Anna Þórberg Þorgrímsdóttir stjórnar stýrifundinum. Þarna þegar ég heyrði þið tala þetta mál fyrst, maður mætti halda að þetta væri svona eins og bara skrautmálþing, eins og til að staðfesta svona afmælishátíð, en þegar ég heyrði þið einhvern mann tala þá varstu svona að minna dálítið á það að það hafi ekki verið algjör eining eins og oft er látið stjórnarskrána 1874, heldur hafi verið svona mikil debatt í gangi og sem að mér fannst á þér að þú vildir eins og minna dálítið á að það væri svolítið kannski tilefni til þess að rifja upp þetta gamla. Er þetta rétt munna hjá mér eða? Já, þetta er alveg rétt skilið og svona ef ég kem að þá að mínu erindi, það er svona fyrri hlutin, þetta er svona umræðupunktar sem eru settar fram í auglýsingunni og fyrri erindi snertir sérstaklega þá fyrirlesturinn hjá Róbert Spanó og hann, eins og segir, aðalfyrirlesarinn. Síðara spurningin tengist svona kannski meira því sem við inn í Reykjavíkurakademíunni við 3 fræðimenn sem komum þarna milli ætlum að ræða og það sem að vakti áhuga minni og nú er ég búin að vera að grúska í þessu tölvuna tíma ég vil alls ekki að þetta verði leiðileg upptalning á staðreyndum þetta málting því að satt að segja finnst mér það í raun og veru hafa verið vandamál hingað til að þessi frásögn er óspennandi og það eru erfitt að tengja sig við hann og svona eindóna í raun og veru frásögnumatti og það sem ég fannst spennandi og var markmiðið með rannsóknir minni það var að leysa í sundur þessa þræði og sjá, þú veist að hérna voru í raun og veru mörg sjónamið að verki, margar skoðanir sem voru andstæð og þó voru tekist á og í raun og veru þegar kemur að því að innleiða stjórnarskrána að lokum að þá var það svona niðurstað af raun og veru 25 ára umræði sem hafði átt stað á Íslandi sem var hvernig ætti að endurskilgreina stöðu Íslands eftir endalok einveldis og ég sá í minni rannsókn á 3 meginstef í umræðinu, það er annars vegar þetta meginstef að sem var deila Alþingis og stjórnvalda í Danmörku og síðan var minni hluti Alþingi sem að færði rauk fyrir því að þessa stjórnarbætur sem er stjórnarskráin leitist endað á að vera
væri mikilvæg fyrir íslenskt samfélag. Þarna væri í raun og veru stjórnarskráin væri stjórnarbót, þarna væri tækifæri til að innleiða breytingar á íslenskt samfélag. Og síðan það svona þriðja röddin sem að fer að verða svona sterk og stundum ráðandi sé ég, svona minnst í svona jákunum hópum að vilja í raun bara fá aðskilnað við danska, að Íslandi eigi að fá aðskilnað við danska ríkið strax og hann skilir það kannski með einhverju konungssambandi þó. Og þegar maður sér hvernig þessi ólíku sjónarmið að takast á þessi efni, þá finnst mér ég að fá skilning á því af hverju þetta verði niðurstaðan sem þessi stjórnarskrái sem að við í raun og veru búum við að mestu leyti í dag. Af því að breytingarna sem hafa orðið á þessu plaggi eru óverulegar, það var aðlögun í lýðveldisstofnun, en það líka tekin ákvörðun að fresta frekar umræðu, þetta lýðveldisstofnað í miðri heimsstyrjöld og það var tekin ákvörðun að fresta frekari ákvörðunum að því að það var svo mikil deila þetta efni og það í raun og veru hefur verið svona deilt breytingar á stjórnarskráni á Íslandi í raun og veru í 150 ár Já. Mér líði með þetta Og Jón Sigurðsson svona fannst þér hann dálítið falla af stallinum þegar þú byrjaði að rannsaka þetta? Já, ég er ekki það var alls ekki markmiðið nei, ég líti ekki þannig á mér finnst bara meira spennandi af því að eins og þegar tala um þessi eintónu frásögn að þá kemur hann með þennan dóm þegar stjórnarskráin kemur út að þetta sé raun og veru einhvers konar innlimunartilraun hjá stjórnvöldum og sjálfstæðisbaráttan felist í því að berjast gegn þessum tilraunum tana. Mér finnst miklu áhugaverðara að sjá fleiri raddir, það eru fleiri sjónarmið verki og sérstaklega fannst mér áhugavert að sjá hlutverk Hilmars Finnsen sem senasti stiftamtmaður og fyrsti landshöfðingi og ég tel að Hilmar hafi átt ekki minni þátt en Jón Sigurðsson að því að það hafi þróast þetta sjálfstæða ríki á Íslandi þó það hafi kannski ekki verið ásetningun hans þá leiddu þær breytingar sem hann náði að koma í gegn sem ég tengi aðalega við hans störf sem stjórnarskráin til þess að síðari þróun hafi verið möguleg. Ég myndi bara ég myndi ekki endilega að þú hefur eitthvað verið að steypa Jóni Sigurðsson af stalli en það var frekar þannig að meðan þú talaðir á sínum tíma að þá sá maður að það voru allavega fleiri en hann sem stóð þarna í kringum þetta mál það var svoleiðis þannig að hann svona sem einhver eini maður í málinu steyptist á stalli en þannig að þú ferð yfir í hinar raddirnar líka í þínu erindi og við lofuðum nú að vera ekkert að spilla fyrir spenningunum akkurat núna en það eru samt tvær örstuttarspurningar sem brenna á mér hver er tengslin við sem kallast nýju stjórnarskrán er það allt önnur umræða en þessi? Já, Róbert Spanó ætlar að koma aðeins inn á þetta í sínu erindi en það samt upp úr það verði þessar megin breytingarnar sem að hann að fjalla það eru breytingarnar eftir 1995 það eru mannréttindar á kaflarnir sem koma þar inn og hann ég ætla ekki að vera fullur eitthvað fyrir hann en ég veit hann ætlar að fjalla þær breytingar varandi mannréttindar ákvæðin og svo ætla hann líka að fjalla þessar umræði sem verða svona ábyrrandi eftir bankarunnið. Þannig að þetta bara raunverulega, þetta ekki þýðir þið ekki að taka afstöðu með þessi ráðstefnu að taka afstöðu með eða móti nýju stjórnarskráni? Alls ekki, það er engin þannig markmið það sem ég hugsa oft varandi það þegar ég ræði við fólk að það er svona ákveðin hóp það er til fólk sem hefur sterkar skoðanir á því hvernig þessi hlutir ætti að vera en ég saknaði svolítið að finna fólk sem hefur meiri þekking á því úr hvaða umhverfi þetta hefur orðið til og mér finnst þessi svona umræðum að breyta á þess að hafa það samhengi í raun og veru ekki þjóna markmiðið sínu þannig að ef ég svona hef áhuga á einhverju erindi þá er þetta þessi sögulega hlið og þetta samhengi sem ætti þá í bestafallega geta eins og byggt undir hugmyndir breytingar eða svoleiðis og skapa samtal svona uppbyggilegt samtal áherslur þessar áherslur eða hinnar og svona ákveðna forsendur í því hinn lögléttaspurningin Þór er Grænland finnst þér að því núna frestaðist ráðstefnan og í millitíðinni þá eru sem sagt hefur svolítið spunnist umræða einmitt
sjálfstæðisbaráttu eða sjálfstæðispælingar Grænlendinga. Fyrst þessi ráðstefna, hugsar þú Grænlendinga, nú ert þú líka hálfur Færeyingur í þessu samhengi svona, eða það líka bara allt önnur umræða? Nei, alls ekki, en það kannski svona þriðja auga sem maður hefur á þetta pólitíska landslag sem við lifum í dag, og mér finnst þetta mjög áhugaverðar og svona raunverulega spurningar að mörgu leyti, og ég held svona það væri óskandi ef við getum boðið einhvernum frá Grænlandi eða heimastjórninni að heyra okkar erindi, af því mér finnst eins og þessar þjóðir hérna í Norður Atlantshafi hafi svona sögu að gefa hvert öðru, sko. Það er mjög áhugaverður samanburð. Þetta svona 3 ríki sem eru að falla úr þessu ríkjasambandi, en sagan svo ólíka grundvallar atriðum, en samt sambarileg. Mér finnst það mjög svona áhugavert, það vakna margar áhugaverðar spurningar, geta orðað þannig. En svona farið grænlenska samhengi, þá grunar mér nú að þá er það svona mín óska að við gætum kannski haft einhverja reynslu að gefa Færeyingum, og þeir gætu svona kannski máta sín verkefni við það hvernig hlutinir hafa einhvern veginn spilað út hjá okkur. Þannig að þú ert kannski ekki verkefnistjóri ráðstefnu í síðasta sinn núna, og gæti orðið svona röð samræði funda stjórnarskrána vonandi í framtíðinni. En ef við segja þetta gott í bili þessa ráðstefnu sem haldin, getur þú sagt okkur hvar hún haldin? Já, í Þjóðminjasafninu. Já, kannski bæti því við við spurðum því, sko, aðgangur opinn og það þarf ekki að skrá sig, og þess að þetta seinni partinn á föstudegi, þetta kannski háur okkur aðeins að við ætlum að flytja erindin og halda þetta dagskránum svolítið þétt, þannig að það hljómar svolítið svona eins og við sem kannski að messa yfir einhvern sal, en það er bara gert fónsins vegna til að koma þessu efni á 3 tímum, sko. Þannig að því miður ekki tækifæri til að taka við einhverja umræður við salin, kannski einhverja spurningar í lok hvers erindis, en það er bara kemur til út frá forminu en ekki einhverjum ásetningi, ég vil taka það fram. Þá má kannski halda til dæmis ætluðu að koma hingað og ræða málin og segja okkur frá pælingurum, og verður líka pælingar stjórnarskrána í framhaldinu kannski. Já, það leifum því bara komið ljós, ég er alveg opinn fyrir því að svona hvaða viðbrögð þetta eftir að vekja, og hvort að það vakna einhverjar óskir að fylgja þessu eftir, en það alveg koma vel til greina að skoða það. En mikilvægt að ræða stjórnarskrána okkar á okkar 9 tímum. Þór Martinsson, sagnfræðingur og verkefnastjóri ráðstefnunar stjórnarskrá í 150 ár. Takk kærlega fyrir að skjótast til okkar að rauðaborðinu til að segja okkur svona bara rétt undan og ofan og segja okkur frá þessari áhugaverður ráðstefnu sem í Þjóðminjasafninu á föstudaginn klukkan 2. Takk fyrir að bjóða mér. Og við segjum þetta gott í bili hérna. Ég heiti Oddný Eir og kveð að sinni. Takk. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið þið sælblessuð, við viljum að ræða menntamál, svolítið ögrandi menntamál. Jón Pétur Símsen heitir skólamaður Réttarholtsskóla sem hefur verið töluvert mikið í fjölmiðlum. Það er mörg viðtöl við hann sem hafa verið tekin seinni ár, sum þeirra svolítið umdeild, hann hefur verið óhræddur að segja meiningu sína. Hann hefur gagnrýnt margt sem að gerast hér í íslensku menntakerfi, einkum grunnskólakerfinu. Því kerfi sem að hann þekkir best, og nú er hann orðinn þingmaður. Hann er orðinn þingmaður Sjálfstæðisflokksins, en hann hefur áfram látið þessar kveða á opinberum vettvangi. Hann er að skrifa færslur samfélagsmál og heldur áfram að skrifa menntamál. Og núna síðast bara í gær eða fyrradag rakst ég á það að hann er á þeirri skoðun að við eigum að stytta kennaranám úr 5 árum í 3. Og hann er komin hingað að rauðaborðinu til okkar. Vertu velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Sko,
Þú segir þau ár sem kennaranámið hefur verið 5 ár. Já. Höfum við ekki séð aukinn árangur. Já. Þá mín spurning, þetta skoðun eða ertu með mælingar á bak við þig? Já, mælingarnar eru bara svo fáarvarandi námsárangur hérna á Íslandi. Við höfum eiginlega engar beinar mælingar, samræmdar mælingar námsárangur nema PISA. Já. Og við vitum held í flest hvernig PISA-niðurstöðunar hafa verið og þetta sem sagt þetta svona rosalega viðbót við kennaranámið og spurningi hvað sem við förum í þessa vegferð og þegar rætt við háskólanum það hvað þeir verum að auka sem sagt þennan árafjölda úr 3 í 5, þetta er ekki 2 bæti 2 við 3 sko, þetta gríðaleg lenging á námi hlutfallslega og hvað eigum að fá í staðinn fyrir það sko og ég veit ekki hvort að það hafi verið rætt við háskólanum það einhverju skilað í staðinn maður sér ekki sko, ég hef ekki og svo náttúrulega ákveðin tilfinning sem ég líka með, maður hefur fengið kennaranema til sín og maður ekkert séð að þeir hafi sérstaklega batnað í raun það mitt mat og kannski mín skoðun og mitt mat sem ég geta stutt með þessum PISA-rannsóknum að það í raun sko nema hópurinn sem skiptir öllu máli, það skiptir máli hverjir það eru sem sækja í kennarnámi. Því að grunnurinn sem þú kemur með inn skiptir svo ofboðslega miklu máli því að kennsla bara ákveðin listgrein þetta svolítið, þú hefur þetta eða hefur þetta ekki, þetta geta allir bætt sem í námi. Er þú sjálfur kennaramenntaður? Ég er sjálfur kennaramenntaður, já. Og ég náttúrulega kynnist alveg ótal mörgum kennurum í gegnum mína 25-6 ára tíð í grunnskólum og þar ekki bein fylgni á milli fjölda námsára í háskóla og gæði þess að vera kennari. Ég hef ekki orðið var við það. Nei. Og maður hefur séð bæði langskóla gengna frábæra kennara og líka þá sem hafa verið leiðbeinendur og hafa sinnt náminu frábærlega eða kennslunni. Þannig að ég fann aldrei þá þörf að það þyrfti að lengja námu og ég satt best að segja þegar maður var inn í þessum kreðsum á sínum tíma þegar var verið að lengja þetta þá fannst mér þetta mest vera svona að menn voru að pæla í kjaramálum þar. Já, sko með því að leggja þetta til að við tökum skrefið tilbaka það var ju einu sinni styttra kennaranámið og svo var það lengt. Það var einu sinni 1 ár og svo var það 3 ár og 2 ár og gleiknum við milliðinni, grunna mig. En sko við höfum verið í náttúrulega óbúslegri svona mentabúblu. Sumir kalla það ofmentabúblu en ég ætla nú ekki að hafa skoðun á því. En sko ef við tökum þetta skref tilbaka í þessu á það við fleiri svið þá líka að þínu mati eða ekki svolítið ósanngjarnt að taka bara kennaramenntunina svona? Jú, ég náttúrulega kannski vil ekki tala fyrir önnur sviðin sem þess að ég þekki best en mér grunar alveg að ofmenntun sé víða í gangi og það sem ég sé fyrir mér með þessu sem ég skrifa þarna í þessari Facebook-færslu hún var, þetta bara sem blundar í mér og ég var ekkert lengi að skrifa hana að þegar ég var á sín tíma í kennarnámi og árin í kringum það þá komust ofboðslega fáir inn í kennarnám vegna þess að það var svo eftirsótt og hvers vegna var námið eftirsótt vegna þess að þetta var 3 ára mjög hagnýtt nám og að fara að vinna við það að kenna börnum sem bara frábært starf að fá starfsréttindi til 3 ár. Ég alveg viss það að það myndi semast í stað þess að núna erum við að berjast við að fá fólk inn í námið og þá erum við að fá svona eitthvað kannski hópa fólki, nú er ekkert alhæfa þetta, þetta fullt af flottu fólki hérna líka en við erum ekki að fá jafn marga og við getum ekki valið úr jafn mörgum inn í námið eins og þegar aldamótin þegar ég var í námi og ég held því fram að þegar við höfum svona miklu fleiri umsækjendur og sem ég held að muni gerast þegar bara hjá venjulegu fólki, bara stúdentum að þeir sjá að hann 3 ára praktískt nám geta komist bara að fengja atvinnuréttindi eftir 3 ár og farið að kenna í grunnskólum og sem bara eins og segir frábært starf þá munum við geta valið úr hópi mjög hæfra umsækjenda skólar, það verða umsóknir kennarastörf sem losna, það þarf ekki bara að bíða eftir einhverjum hverju sækjum, það eru 4 sem sækjum og það eru 2 ekki með
með kennsluréttindi, einn sem hefur flakkað með skóla og hvergi haldist í vinnu og þriðji sem er ekki góður að kenna. Man þarf að ráða eitthvað þarna. Þarna hefði maður þá umboð til að ráða miklu, maður hefur fleiri að velja og fyrir vikið þá bara smátt og smátt fylla skólarnir af miklu hæfara fólki og skólarnir í raun ekkert annað heldur mannauðurinn í skólanum. Góðir kennarar, þeir gætu kennt bara út á Laugardalsvelli og bara verið með frábæra kennslu þar. Og þess vegna skiptir þetta svo miklu máli að við fáum fullt að hæfu fólki til að sækja í kennaranum og hérna rakti ég bara fleiri ástæður fyrir því og ég myndi vilja þá bara frá efnislega svör frá þeim á menntavísindasviði hvers vegna þetta ekki hægt því að það alveg hægt að taka til í kennsluskráni upp í háskóla. Það held ég minnsta málið sko. Mér finnst hafa vægi í þessari umræðu að þú ert búin að vera í einhverja áratugi þarna inn í þessu kerfi sjálfur. Já. Þú hefur fylgst með breytingum og þarf ég að biðja það að segja mig satt. Hefurðu upplifað það að gæði sem sagt kennara hafi rýrnað eftir því sem liðið hefur á þína vist hér í íslenska grunnskólakerfinu? Þessu erfitt að svara. Ég eiginlega get svara sem þannig til að það erfiðara, núna miklu erfiðara að fá kennara inn í skólana. Þannig að þegar ég auglýsti 2004, 5, 9, þá komu kannski 10-15 umsóknir. Það af 4 alveg frábærar og maður gæti valið þá úr 4 verulega góðum kostum. Þegar maður auglýsi núna, og þetta held ég geti skólastjórar bara allavega, ég held bara landa allt staðfest, þá færðu valla umsókn. Þannig að þú spyrð hvort að kennararnir hefði, þeir sem sækja meðaltal styrkleika þess, þeir hafi minnkað, hvort það sé háskólanum að kenna skal ég ekki alveg segja til en þú bætir 2 árum og öllum þeim kostnaði sem því fylgir og tíma ofan á 3 ára kennaranám og þú sér bara ekki árangur eftir það, þá finnst mér að menn ættu alvarlega að hugsa sig því að þetta eru sko peningar okkar skattborgarana og tími fólks, þetta eru bara námslán sem þú taka 2 ára viðbót, þetta eru alls konar hlutir sem fylgja því að lengja námið og það þarf að vera augljós ábati ef maður ætlar að gera þetta. Það á ekki bara að vera þannig að ég get sagt núna ef maður búin að vera 5 ára kennaranum, ég búin með 5 ára háskólanum, þá á ég að fá x mikið í laun. Námið á að vera til að bæta gæði kennsluna þannig að börnin nái árangri. Og þá spyr ég, lokaafurðin svo að börn nái árangri í lífinu. Hvaða mælikvarða höfum við á það? Við höfum það, eini mælikvarðin PISA núna. Auðvitað höfum við eitthvað líðan af hvernig krakkanum líður. Það líður líka verð núna heldur en leið 2005. Þannig að þetta allt á sömu leiðina. Á sömu leiðinni og ég sé ekki að háskólinn hann hafi axlað ábyrgð á þessu. Ég sé ekki umræð þetta hvort þetta hafi verið rétt skrif. Er búið að rannsaka það hvort þessi 2 ára lenging hafi skilað einhverju. Ég hef ekki séð það rannsóknir hjá háskólanum. Þeir kölluðu þarna eftir því að ég væri búin að rannsaka þetta hvort það væri betra að hafa 3 eða 2 ár og ég vísa þá bara í það sem ég að segja hér. Ég hef ekki þann tíma eða það fjármagn eða þann mann afla að rannsaka þetta. Ég meina, ef ég væri menntamálaráðherra þá myndi ég kannski bara gera það og ég myndi bara alvarlega, ég ekki að segja þetta til að koma að höggja á eitthvað, ég að segja þetta til þess að börn á Íslandi fái betri kennslu því að það það sem ég stend fyrir, að börn nái árangur í námi og lífinu því að ef þú færð góða kennari í grunnskóla, þú býrða því alla tíð og ef ég skólastjóri og að reyna að ráða inn 2-3 kennara og ég á erfitt með að gera það að því að úrvalið lítið þá ég að bjóða nemendum mínum bara upp á verri kennara. Þannig að þetta sem ég legg til, ég vildi lifa í samhliða ríki eins og núna, bara búið því og gera þessa tilraun og ég myndi leggja mikið undir að þetta veri betra að vera með 3 ára nám og ég bara tiltek það á færslunni, ég geti bara farið inn með á Facebook og skoða bara færsluna í heild, hún ekki löng, en ég kem þar með nokkuð mörg rök og ég sé ekki rökin fyrir því að skrifa mastersritgerð eða eitthvað slíkt að það gerir þið endalega hæfari kennara. Þannig að þetta bara, ég held að það hafi eitthvað hrist þannig upp í menntavísindasviði þegar ég birti þetta og líka því að maður hefur meira vægi þegar maður komin inn á þing. En ég bara óhræddur að taka umræðuna. Ef ég hef rangt fyrir mér,
þá skal ég líka bara segja það bara, já, þetta, ég fór offærið þarna. Ég held að ég hafi ekki rangt fyrir mér. Það vill þannig til að bara síðast í gær hér við Rauðaborðið var hópumræða mikilvægi þess að allar skoðanir séu settar á borðið, hvort sem okkur finnst það góðar skoðanir eða vondar skoðanir, þannig að ég sammálaði þeir með það að við þurfum að ræða sem flestar sviðsmyndir. Ég hins vegar átta mig vel á kreppunni sem að allur heimurinn í, ekki bara Íslandi, taktu bara sko Bandaríkin, þar sem að vinir mínir þar vestra fæddir í Ameríku segja mér að það hafi bara gerst óhjákvæmilega fyrir nokkrum áratugum að í stað þess að okkar besta fólk leitaði fanga í vísindum og húmanískum greinum og öðru því sem það gerði samfélaginu mest gagn, þá var það hausaveitt af fjármálaöflunum. Það voru bankarnir og fjármálastofnanir sem að borguðu langhæstu launin, þau dorguðu upp atgerfið og svo framvegis og maður spyr sig hvort þessi leikur tapaður, hvort þetta muni alltaf verða svona, en það sem þú ert að segja það að einstaklingarnir eru mismunandi, það liggur misvel fyrir okkur að kenna, það kallar á sérstaka færni og það vandinn verður ekki leystur með samræmdu fyrirkomulagi þar sem að eitt einhvern veginn bara gengur yfir alla. Já, það sem ég eiginlega að segja það að sko, það geta allir kennt innan gæsalappa en að vera góður kennari og ef þeir sem eru foreldrar hlusta á þetta og rekja bara sína eigin skólagöngu og skólagöngu barnanna sína, þá geta þau fundið, það eru svona kennarar sem koma á til upp í þeirra lífi sem voru frábærir kennarar og það er ekkert víst að þeir hafa haft langa háskólagöngu að baki, en og hvað er það sem einkennir þetta fólk? Og það eru margir þættir sem einkenna, það er sérstaklega bara að þeir tengist nemendur sínum, þekki þá og hvetji þá og dræða besta fram og allt þetta. Og þetta, ef við styttum námið, gera það hagnýtara, fólk skuldar ekki jafn mikið eftir að það er komið úr náminu, það verður meiri baráttunsætin. Heyrðu, komst þú inn í kennaranum? Vá, heyrðu, þetta flott maður. Þú veist, ég veit 5 sem sóttum, hann komst bara 1 inn. Virðing fyrir starfinu eykst, sjálfsvirðingin eykst. Ef maður með sjálfsvirðingu, það virðing fyrir starfinu sem eykst, af því að þú ert árangri. Ef allir foreldrar á Íslandi kemur með góða sögum það að börnunum þeir liði vel í skólanum og þeir næði árangri, þá miklu líklegra að það sé tekið vel í til dæmis hærri laun kennara. Já, mér finnst þetta með íslenska kennarasamfélagi, það er að skila okkur frábæru niðurstöðum og árangri fyrir börnunum okkar. Við höfum að gera vel við þetta fólk. En ef við erum að skila einhverju niðurstöðum sem ekki góðar og við höldum bara áfram að hjakka í þessu sama við höfum verið að gera síðustu árin og neitum að horfast í augu við það og skoða betur, við þurfum að breyta einhverju. Sko, ef þú heldur ekki ekki samhlutin aftur og aftur og fengið einhverja nýja niðurstöðu, þá er eitthvað að hjá okkur, sko. Við þurfum að breyta. Okkur gekk mun betur, ég ætla ekki að segja allar þessar breytur kringum aldamótin séu það sömu og núna, og ef þetta er í 3 ára nám, það myndi bara 1 og 3 breytast, en ég færi fyrir því rök í þessari færslu sem ég væri þá bara til í að sjá efnislega umræðu og ég er alveg til í að taka þátt í henni og þú veist, það eru fleiri vinklar á þessu máli heldur en það sem ég birti hér, ég er ekkert handað við sannleikans. En sko, ertu ekki svolítið að daðra við hugmyndir einkaskóla þegar þú dregur fram munin á einstaklingunum, hvaða liggur vel fyrir sumum en ekki öðrum? Ertu ekki svolítið að svona bera þann blæ inn í hugarskot okkar að í ljósi þess að þetta þurfi sérstaka hæfileika þá bara sé ekkit óeðlilegt að sumir fái meiri umbun en aðrir og við förum að hugsa þetta einhvern veginn ekki út frá ríkis... Nei, ég skynja ekki þessa tengingu sem að þú ert bara alls ekki, sko. Þannig að þú vilt enga breytingu á rekstrarforminu þóttu sérst að tala með þeim hætti sem þú ert. Nei, það þarf ekkert endilega. Ég held að það sé bara erfitt að vera með einkaskóla á Íslandi. Ég held að ég sjálfur velti fyrir mér að stofna skóla og geta ráðið það fólk inn sem ég vil og það veit að hverju það gengur varðandi stjórnunina. Svipaðu í heilbrigðiskerfinu svona... Já, ég hef alveg pælt í því, en ég sé það bara ekki fyrir mér að það virki vegna þess að fólk byrja langflest með börnin sín á leikskóla og börnin eru þar með vinum og kunningjum og
líður vel í sínu hverfi og fólk mjög ógjarnt að taka lítil börn úr því umhverfi sem þau líður vel og vera að keyra á einhverja kílómetra eða 20 kílómetra í einhvern skóla sem á að vera betri en annar. Ég held að samfélagið okkar einhvern veginn sé ekki alveg tilbúið fyrir það. Nei. Ég held að rekstrarformið eins og við erum með hjallastefnuna og við erum með nú og fleiri skólar sem eru innan gæsalappa engareiknir, ég held að það sé bara ágætt. Þá það valkostur fyrir foreldra og það valkostur fyrir starfsmenn líka að vinna fyrir aðra heldur en beint fyrir sveitafélagið. Ég held að það sé ekkert að því og en almennt séð þessi umræða mín alls ekki sprottin út frá því. Hún bara sprottin út af því að þeir sem skipta mestu máli í skólastarfi eru kennarar og við erum að fá enn betra fólk til að sækja inn í námið og ég held að við fáum miklu starri og betri hóp til að sækja í 3 ára praktísku góðu kennaranámi þar sem fær starfsréttindi eftir 3 ár í stað þess að baksast við þetta í 5 ár. Já. Og þegar þú komið starri hóp, þetta bara svo með íþróttalið, ef þú valið 1000 mönnum að búa til fótboltalið eða 20, þá miklu líklegra að 1000 getur fengið mjög sterkt og flott lið heldur bara 20. Já, þú orðar þetta þannig að breyta þyrfti náminu þannig að kennsluskráin myndi undirbúa sterka kennaranema eins og þú kallar það. Já. Þarna rammarðu alveg inn munin sem á manneskjunum. Já. Já. Og það allt í lagi, það mikilvægt að við gerum það, finnst þér? Já, mér finnst bara mikilvægt að við séum með okkar besta fólki í kennslu. Það sem mér finnst mikilvægt og ég tala líka góða kennara. Það er alveg markvisst gert hjá mig, sterkir kennaranemar og góðir kennarar. Það allir sem hafa verið inn í skólum, ef þú mútið láta skrifa nafnlaust hverju væru bestu kennararnir í einhverjum skólum, þá kæmu sömu nöfnin líklegast upp í hverjum skólanum og fætur öðrum. Ég held að flestir séu sammála að geta allavega 5, 6, 7 bestu kennararnir í einhverjum skólum. En voru ekki launin bara miklu hærri í samanborið við margar aðra starfsstéttir þegar við erum að romantísera og glorifæja okkar frábæru kennara áratugi aftur í tíman? Ég hugsa það, ég svona áratugum aftur í tíman, ég orðinn það gamall. Nei, launin voru svo sannarlega þau náðu ekki yfir, krónan allt miklu minna virði núna en þá, en þú veist, ég var í verkfallinu 2004 og það voru kjarasamningar 2001 sem voru alveg hörmulegir og þú veist, við vorum aftar á merinni við ykkar, við erum hlutfallslega betri laun þá núna heldur en þá. En mýtan ef við förum aðeins lengra aftur að þingmenn hafi verið á svipuðum launum og kennara? Já, það kannski upp úr kringu 70 eitthvað, ég ekki að tala þann tíma en auðvitað mætti það alveg vera þannig en þá voru skilaboð samfélagsins mjög sterk. Já. Að þingmennskan væri ekki merkilegra starf en að vera góður kennari. Nei, og ég bara sammála því að þingmennskan ekkert merkilegra starf en að góður kennari. En það sem ég held að til að gera þetta, það þurfum við að efla sjálfsvirðingu okkar sem skólafólks. Og við fáum ekkert virðingu bara með því að auglýsa í blöðunum. Virðið okkur. Virðingin sprettur innan frá og til að við förum að virða hvert annað. Ef við erum að vinnustad þar sem við finnum að hver topp fagmaðurinn að fætur öðrum þarna, við erum að ná árangri í margskonar mælingum og getum borað okkar saman við hina og þessa, þá erum við ánað, hverjir eru hoppandi og fagnandi einhverjum titlum Breiðablik og meistari í fótbolta kalla. Þeir eru öskrandi og gleði. Ef við varum það land, við varum staðum ofarlega í því að mennta börnun okkar, að þau voru góði lesskilningi sem náttúrulega grunnforsenda lýðræðis, þá væri við stolti að ég kennar á Íslandi og þú kæmir út og það væri þú ert kennari og hvað á Íslandi og þá bara allt finnur það bara sjálfsánaðan og sjálfsmyndin hún væri sterk. Staðan þannig hún er ekki þannig hjá okkur í dag. Kennarar með brotna sjálfsmynd. Þeir eru að berjast fyrir hærri launum, þeim finnst tala við kennarahópa og fer þannig á kennarasíður, þeim finnst engin virðing borin fyrir þeim. Við þurfum að taka þetta innanfrá og við þurfum að fá sterkt fólk inn í stéttina til að hjálpa okkur að lyfta upp gæðunum sem við erum að sýna í skólanum. Það hefur ekki tekist með 5 ára námi og ég bara legg það til að við förum niður í 3 ár og það hefur svo margt sem að mínu mati batna við það. Kostar mun minna, við fáum efnilegra fólk inn í, ef við getum valið úr stærri hópi fólks, sem þýðir það að líklegra að sterkari nemar veljist inn í kennsluna og þau eru komið sterkari nemar, verða þeir sterkari kennarar og svona náum við að byggja upp svona ból af sterku fólki inn í skólanum og þegar við erum komin með það, þá munum foreldrar langflestra upplefa,
hér barnið mitt að fara frá kennara A til kennara B og gæðin minka ekkert, svo fer það til kennara C, svo fer það upp á næsta skólastig og þar eru líka sterkir kennarar. Þetta íslenska menntakerfi, þetta frábært kerfi og svo sakar það ekki að við erum að hækka okkur á okkur alþjóðlegum listum þar sem að lesskilningur borin saman með lesskilning annarra landa. Þetta myndi lyfta upp anda inni á öllum kennarastofum á Íslandi og verið vikið, fólk með mikið sjálfstraust og sterkar sjálfsmynd, það líklegra til að fá hærri laun og það líklegra til að fá virðingu frá samfélaginu. Til að láta bera virðingu fyrir sér, þá þarf maður að hafa sjálfsvirðingu og ég held að sjálfsmynd og sjálfsvirðing kennara í dag sé ekki nógu góð af því að okkur finnst margir vera á móti okkur, fólk skilur ekki hvað þetta er erfitt starf og við fáum lág laun. Þetta er það sem dynur stöðugt á okkur. Ef við myndum dynja á okkur, þetta er þvílíkt frábær fagmennska í grunnskólanum, þeir standa sér vel ná miklum árangri, það er allt mynd sem blasir við okkur þarna og þarna er ég að velta upp stórum steini og það væri bara fínt að fá almennilega umræðu þetta. Getur það verið að við getum bara farið stundu þar að taka skref tilbaka til að komast áfram, getur það verið að kerfið sem kostar minna og tekur minni tíma skili meiri árangri, ef það er þannig eins og ég held, þá myndi ég segja förum í það kerfi. En getur verið að þegar þú nefnir brotna sjálfsmynd kennara og álega... Þetta er ekki allir þannig. En getur verið að þetta sé í rauninni ekki vandi kennarana og grunnskóluna heldur samfélagsvandi. Getur verið eins og maður heyrir oft kennarana ræða sjálfa að þeir fái þetta sé vonlaust verkefni og kalli bara það sé nánast innbyggt í starfið að þú bara munir bugast eða munir kalla á kulnun að ég náttúrulega hef áður sagt frá því að þegar ég var barn í grunnskóla austur í Mývatnssveit þá var agavaldið svo mikið hjá kennurum og skólastjóra að það var ekki einu sinni upplýsingagjöf til foreldra minna og þau höfðu bara kennararnir höfðu allt með okkur nemendur að segja. Núna virðist manni sem svo að ef kennar ætlar að taka einhverja ákvörðun, vísa nemendur tíma eða eitthvað, þá er hann bara komið með heilt hverfi á sig og það er endalausir tölvupóstar og endalausar ýfingar á milli foreldra og kennara og heimilin eru orðin einhvern veginn, þau eru orðin bara svo ég vitni kennara sjálfa, heimilin hafa orðið svo mikið framgang nemendanna að segja í rauninni umfram vald kennarana að allt fer í bál og brand. Hvað segir við þessu? Já, ég auðvitað með að svara þessu. Þetta er líklegast raunin og örugglega raunin víða en ég set upp svona dæmi fyrir því að þú ert foreldri og barn og það er skóli sem barnið gengur í og það fer svo saga af skólanum að þetta sé frábær skóli, hann skilir frábærum árangri þessi miklu fagmenn sem séu þar í öllum stöðum, stjórnendur, kennarar, starfsmenn á göngum og í mötuneytinu, það kemur eitthvað uppvarandi barnið þitt. Þetta er skóli A, skóli B, þar er sem sagt ekkert gengur, það eru eldarloga víða, gangaverið tala ekki við börnin og það er allt í fokki maturinn og vondur í mötuneytinu. Í hvort skólan er foreldri líklegri til að hjóli. Það er miklu líklegra til að hjóli í skólan sem er vont ástand vegna þess að hann er brotinn fyrir. Ef þú ert með sterkan skóla, góða stjórnun, skóla það sem að bara það gengur vel, þá ertu miklu líklegri til að fá símtal frá foreldrinu og það er spurt hvað getum við gert saman til að laga þetta. Þú talar virka samkeppni á meðalskóla? Nei, ég er ekki að tala virka samkeppni meðal skóla. Ég er að tala það að skólarnir, inn í skólanum séu gæðafólk og afbyrða fólk í öllum stöðum. Þegar það þegar við erum búin að skapa það andrúmsloft og þá menningu í því skólakverfi sem að þetta er svona, þá verður þetta miklu auðveldara. Auðvitað eru foreldrar nú til dags, það er alveg, þetta gjör svart og hvítt þegar þú varst í grunnskóla. Ég ætla ekki að draga dul á það. Og því fylgdu ekki bara kostir Nei, alls ekki Ef þú fjælst á milli skips og bryggju vegna persónulegra væringa við skólastjóra eða kennara þá bara guð hjálp þér Ég meina, ég þekki þetta er svo mörg alls konar smáatriði sem eru gerðir á ungu skólum þú ert kannski með mentorskilaboð það sem að gefum bara, Björn vinnur ekki vel í tíma ítir bara mentor og svo bara hegðar það ekki, vinnur ekki í tíma mætti ekki með námsgögn og svo er þetta bara sendt heim og þetta fóreldrarnir horfa á þetta, hvað, þú mættir ekki með dótið til tíma og gerði, kennar þá
hvernig myndir, þarna strax farið að búa til svona einhverja vonda mynd, sko, kennarinn ósanngjarn eða foreldri trúir það barninu, veit það ekki, það með samvinskupið vegna þess að það sinni barninu ekki nógu vel, svo hefur það samband, það fær tölvupóst og það er brottur í tölvupóstum. Það kemur eitthvað svona fram að, og þú fær tilfinningu, ég er ekki nógu góður uppalandi, sem er kannski rétt, en þú nótir sér það ekki til sjálfu þér, þú bara svarar tilbaka og það er komið lítill eldur þarna sem byrjar að loga. Svo eru 3 þannig í þessum bekk og kennarinn bara, það allt í volli hér, út af hverju, þú veist, foreldrar Siggu, Stínu og Stjána, þetta er óþolandi fólk og hún fer í skólastjórn og skólastjórn er bara þennan kennara, svo erum alla kennarana með 2-3 bekkna sem eldar loga. Þetta brennur þetta allt upp til lagna með þessu, þegar þú gerir vinnur þetta svona. En það er þetta að vinna þetta allt öðruvísi og þannig hátt að þú fyrirbyggir þetta. Ég þekki bara skólahverfin það sem þetta hefur verið gert þannig að foreldrarnir taka þátt í starfinu lang flestir. Auðvitað eru til einstaka undantekningar sem eru mjög erfiðar en það er þetta eiga kannski við þar með sterku stjórnunarteymi og bara sterkri skólamenningu. Við notum síman allt og lítið að hringja í fólk. Tala sterka og góða hluti, jákvæða hluti í upphafi. Þetta er bara að vera í skólastefnunum okkar í Sjálfstæðisflokknum. Fólk hlóa þessu en þetta er grunnurinn af því að skapa góða skólamenningu. Hún verður góð með því að byggja upp traust og svona ákveðin styrk í skólanum gagnvart skólahverfinu. Við viðurkenna þeim að gera mistök, því við getum öll gert mistök og bætum fyrir það. Skoðum jákvæða hlutina, látum foreldrarna vita okkur þykir vænt börnin þeirra. Það tekur nokkuð símtöl, þú ringja 25 símtöl, það getur tekið 3-4-5 klukkutíma. Bara það sem út að lýsa einhverju jákvæðu við barnið sem að foreldrið á snemma á ferlinum, þá hugsa foreldri, heyrðu, þetta er kennari í fyrsta sinn sem ég hef jákvæð símtala með hann Björn minn, sem er búin að láta þessu besti í 4 ár, heyrðu, þessum kennari þykir bara vænt hann. Næst þegar Björn kemur heim og segir að kennari sé fíbl, þá hugsa þú, heyrðu, ég þekki veit nú betur, heyrðu, hringi hjá þessi kennari og spyr, hvað var í gangi? Þið ræðið það, þarna er komið sátt, þarna er komið brú á milli heimilis og skóla. Þarna í stað þessi eldur þá er bara komin vin í eyðimörkina og þetta er þetta að gera með alla krakkana og þetta að gera þetta með alla nemendur í skólanum og maður á að gera þetta strax við þá nemendur sem að grunar að komi til með að verða mest til trafala og einhvern veginn líklegir til að valda einhverjum óróa. Þeir nemendur, þekki þetta svo vel að því með úlingaskóla, þeir koma upp í 8. bekktalokkar og þeir eru markarar, allir þekkja, þetta eru litlu villingarnir og litlu glæpamennir sem hafa verið að gera einhvern óskunda. Maður kynnist þeim, hrósar þeim, þeir eru svo litlu hvolpar á eftirmanni, hringir heim, hrósar þeim fyrir það. Fyrstu símtölun sem foreldrarnir sem að eiga þessa að böldnu drengi eða stúlkur fá símtölun það að börnin þeirra séu bara alls ekki vond, séu bara frábær. Þessir krakkar oft bara, þeir fara að þrífa klósetni fyrir þig bara. Í stað þess að hafa þau í stríði gegn þér, þá þarf að, þetta er hljómar eins og þessi bara einfalt. Þetta er einfalt, en það gerir þetta bara ofboðslega fáir. Og það auðvitað þarf ákveðina, þú þarf sterka sjálfsmynd, þú þarf mikið sjálfstraust til að gera þetta. Ég hef heyrt í kennurum sem þora ekki að taka upp síman og hringja. Að þeir eru bara óttast að fá ykkur að gusi yfir sig að þeir eru búin að tala um það að foreldrar á Íslandi séu bara brjálaðir. Ég er bara ekki sammála því. Foreldrar á Íslandi vissulega vinnaði mest innan OECD og voru minna með börnunum sínum en þeir ætti að vera, en þeir eru alltaf tilbúnir að vinna að hag barna sína ef þeir finna það að kennarinn er ekki að hefna sína á þeim eða reyna að ná sér tilbaka eða kenna foreldrunum eitthvað sem gerist í tíma hjá honum. Það er heldur ekki til þess að hjálpa til að sumir skólar leggja ekkert upp úr heimanámi á meðan aðri skólar eru aktíft mjög mikið heimanám sem kallar á viðveru foreldra, kannski með nemendum sínum og það er alls konar svona brotalamir líka sem að... Það er allt mitt mat og þú talar um að nefndi samræming á hann eins og það var með kennaranemana, ég vil að það sé miklu meiri samræming í því að foreldrar geti gengið í vísu hvaða nám barna þeirra, hvað inniber í námi barna þeirra. Við erum aðallanskóla sem er erfitt að vinna eftir og þetta er eins og nefnir með heimanámi. Þetta er út um allt. Fólk veit ekkert, fólk veit ekki hvaða þjónustu þeir eru að fá í gegnum skólan. Það skilur ekki það sem kemur á mentor, þessi liti og bókstafa. Fólk skilur þetta ekki og með þessi skólasamfélagi skilur þetta illa og ég er alveg viss um það að ef ég fengi umræðu bara meðal þeirra sem stjórna menntavísindasviði, þá get ég rekið og gat með námskórana og það sem þetta mat í henni. En ef það liggur svona misvel fyrir okkur sem kennaranemum að leiðbeina og kenna,
Ég ætla bara, til að það sé á hreinu, þá liggur það bara jafn vel fyrir fólki svo að spila tónlist eða stundu íþróttir. Sumir eru góðir í því, sumir eru bara milligóðir, menn geta allir bætt sig, en sumir get ekki dribla bolt á þau inn í 10 ár. En ekki meiri líkur á að ég sem píanónemandi verði sæmilegur á píanóið á 5 árum en 3? Það ætti að vera þannig. Og ertu þá ekki komin í smá mótsögn við það sem þú ert að segja? Nei. Er ekki aðeins líklegra ef að ég 5 ár að læra það að verða kennari, er ekki aðeins líklegra að ég verði betri kennari þá og það verði meiri jöfnur skóla og þá segir ég bara höfum þetta 10 ár, hann að við fáum ennþá betri kennara. Ég er bara ósammála þessu. Ég spyrja sko. Já, ég er ekki að fara að hengja þetta upp eins og ykkur strengjabrúð. Nei, ég held að við verðum bara að bera, við vitum það alveg þegar við erum að læra eitthvað. Ef við sitjum í einhverju sem á einhverjum kursum sem að skila ekki miklu og kennarinn er þess eðlis að maður einhvern veginn hann er ekki trúverðugur í því sem hann er að kenna þó hann sé að vísa ykkur fræði og hann er ekki til manns. Og maður situr lengi þannig, þá verðum bara verri fyrir vikið. Þú ert að nálgast þetta pínlítið eins og bara kennslan sé listgrein. Já, eins og ég nefndi í upphafi. Einstaka hæfileika ef vel eigi að ganga. Já, bestu kennararnir, ég bara get farið yfir það í þeim, náttúrulega ég hef verið skólastjóri í 2 skólum, bæði yngri barnaskóla og úlingastigi og það er alveg, þetta er að unun að horfa á góða kennara að kenna. Þeir eru með augun allstaðar, þeir skynja allt í skólastofunni. Það er enginn sem kemst upp með það, hann veit leið og Jón Pétur er farin að fikta í símanum undir borði. Þetta er náttúrulega bara svona með stjórnun í öllum geirum. Þetta á bara við lífið allt. Maður finnur það bara strax þegar maður kemur inn í herbergi þegar maður hittir fólk. Hvort einhver með þessar náðar gáfi að halda utan að stjórn leiða. Þú ert bara að segja þetta sjálfur. Þetta er svona, já. Og þess vegna þurfum við að koma þessu fólki. Það er kannski ekki alveg nógu margt svona fólk bara kannski til á landinu sem ætti að vera í kennslu. En ef við erum með mikið af þessu fólki, þá hjálpar það líka hinum sem eru kannski ekki alveg þarna, en það er fullt af fólki sem getur orðið mjög góðir kennarar. Námið, sko, ég segi líka bara, þú veist, hvers vegna sjáum við ekki bara umtalsverða breytingu á gæði kennararnema eftir 5 ára nám, það ætti að vera það þegar við aukum tíman svona mikið. Talandi það, þú segir líka að 20% kennaranema að þeim finnist námið ekki búa kennara vel fyrir störf á vettvangi. Í hvert að vísa þar? Það er könnun sem var gerð bara meðal kennaranema. Þannig eftir þessa lengingu þá er samt 1 af hverjum 5 kennaranemum sem finnst námið ekki vera að búa kennaraneman vel fyrir störf á vettvangi. Já, ég ætla bara... Er þetta nýleg gögn? Já, þetta er nýleg gögn. Þetta var í Áslaug Arna, þetta var gert fyrir hennar ráðuneyti. Ég held bara líka að þarna komi eins og skólar eru í raun mannauðurinn í skólanum. Styrkleiki skólana er mannauðurinn í skólanum. Það er ekki klósettinir, veggirnir eða snagarnir. Sama á við háskólan. Ég held að þegar við búum við þannig kerfi að opinberir starfsmenn eru bara, þegar þeir eru komnir á sinn stað, þá hvernig var það með starfsmenn háskólans þegar við ákveðum að lengi til 5 ár? Var það rætt einhvern tímann? Heyrðu, ef við gerum þetta, þá hljótum við að ná meiri árangur og nú ætlum bara að mæla það. Hvernig þetta gengur. Men til hvers var 2 árum bætt við? Var það til að kennarnemandi sem þeir útskrifa verði betri í því að kenna eftir námskránum sem liggur til grundvallar grunnskólastarfinu? Var það sú nálgun einhvern tímann rætt? Ef svo er, þá verður það ekki tekist. Ég held bara alveg eins og með grunnskólana, þá er það bara mannauðurinn í háskólanum. Ég held að það sé ekki hollt að það sé ekki meiri hreyfing á fólki og þeir sem stýri þar hafi ekki meiri getu til að hreyfa fólk úr og í störf. Ég held bara að þú ert komin á eitthvað stað, þú getur, ég held að það sé bara mannlegt, bara við menntavísið, bara alla opinbera starfsmenn og ég þar á meðal, að þegar við erum komin á eitthvað stað, menn ég þurfti ekki að hafa neinar áhyggjur að fá ekki laun í COVID. Ég vann til, þú veist, það var skólastarfa stitt og maður var umbreytt við ykkur og svo var maður bara að fara í hreyfingu klukkan 12 á daginn og bara búið með ræktin, það var gaman og í hruninu. Ég þurfti ekki að hafa neinar áhyggjur opinber starfsmaður, fekk bara tékka minn. Ég er að sjá fólk í kringum með vera að missa húsin sín, ég fekk tékkan minn. Þú veist, þegar maður er opinber starfsmaður, þá gleymir maður því stundum að það er fólk þarna úti sem er að vinna við þannig aðstæður, það þarf bara að skila árangri og það þarf að ná einhverju sem er að ætlast til og fyrir vikið, ég er ekki að segja þessi alltaf betra, en maður þarf stundum allavega að svona banka í hausnum og sjálfur sér, heiði Jón Pétur, þú ert opinber starfsmaður, gerðu þitt besta og ég hef alltaf, mín mantra og mitt motto er það
eins og kannski heyrist að ég hef gríðarlega ástríði fyrir skólamálum og hvort sem ég var að vinna fyrir ríkið eitthvað annan, þá myndi ég vera að gera það sama og ég er að gera núna, að börn í þar sem ég kem að þau líði vel, þessi lítið einelti, þau séu tilbúin að tala við fullorðið fólk að þau treysta því, námsárangur sé góður, allt þetta kosti lítið, svona hef ég rekið það stofnanir sem við höfum sem skólasamfélögum sem ég hef tilheyrt, ég hef verið í. Þetta myndi ég segja að væri og ég hef bara sýnt fram á það, og ekki ég heldur samfélögin sem maður hefur komið í, það kosti ekki mikið, foreldrar eru gríðarlega ánægðir, börnin eru á miklum árangri, hvort sem það í vellíðan eða námsárangri. Þessu vil ég koma á víðar og ég held að með 30 ára námi, þar sem að við tökum kennsluskrána hjá skólanum, brjótum hann upp og einbeitum okkur að því að kenna í háskólanum það sem á að kenna og skoðum mannauðin í háskólanum sem að kenna og fáum bestu kennarana þar inn líka, alveg eins og við eigum að fá inn í grunnskólana. Það er eitt sem ég hefur ekki með á. Ég hef nú töluvert fjölbreyttan starfsferil að baki og ég hef bæði unnið hjá 3 ríkisstofnunum og svo hef ég líka unnið á ótalmörgum einkareknum vinnustöðum. Ertu svona gamall? Ég er gamall. Megin hluti ævi minnar hefur verið á einkareknum vinnustöðum og það er sannarlega mjög oft sem fólk á einkareknum vinnustöðum þarf að hlaupa hraðar en hjá hinu opinbera en á móti kemur og það eru ábyrgðir og skyldur og alls konar hamlanir inn á ríkisstofnunum sem að auka álag með vissum hætti hvort sem að þú hefur það gott í COVID eða ekki. Nema það umræðan þessi mál, hún er svo polariseruð. Annars vegar eru það opinberir starfsmenn sem að verja allt sitt og hins vegar er það oft svona fólk í einkaframtakinu sem að bendir á að báknið sé að þenjast út meir og mjög svona harður slagur á milli þessara tveggja fylkinga sem ekki skilar neinu. Mér finnst ég hins vegar skilja sjónarmið beggja af því að ég hef verið á báðum vígstöðum að mér getur kallað það sem svo. Ég veit að það er alveg rétt hjá þér, að það er alls konar gallar sem fylgja opinberri umsýslu hér á landi. Ég hef unnið á ríkisstofnunum þar sem að bara all góður hluti starfsmanna er í einhvers konar vernduðum fasa sem að maður bara botnar ekkert í. Eru þið aldrei liðin í einkaframtakinu. En á móti kemur líka að samfélagið náttúrulega orðið alveg ótrúlega flókið með það sem að var og til dæmis lagalegur réttur fólks til þess að gera allan fjandann, hann er orðin mjög mikill þannig að við þurfum að gæta okkur að einkaframtakið kaffæri ekki hið opinbera líka. Þetta er mjög flókið allt saman en hefur reiknað út ef við myndum stytta kennaranám úr 5 í 3 við varum væntanlega að tala að ríkið myndi spara sér alveg gríðarlegan pening en ansi stór hluti opinberra starfsmanna myndi missa vinnuna sína, ekki satt? Jú, það er náttúrulega hluti af sparnaðinum að við gætum til dæmis, ef við myndum bara skoða þetta þannig að 2/5 starfsmanna háskólans, að þetta eru 2 ár, ég er ekki búin að reikna út, en ef við myndum taka þá í burtu og það væri sem sagt þannig að sá sem ræður þar innanhús gæti valið það starfsfólk eftir sá starfsmaður sem velur, hann þarf líka að bera náttúrulega ábyrgð og bara gæti, verið látið fara ef hann stendur sig ekki í því, en eftir stæði kannski 3/5 af svona besta starfsfólkinu sem hefur sýnt fram á það með einhverjum hætti að það nái árangur í starfi. Vegna þess að orðið árangur, það til dæmis ég fletti svolítið kennsluskrána í háskólanum og það kemur eiginlega ekki fyrir. Þetta er aðalega það eru fjölbreyttar kennsluaðferðir, ekki árangursríkar kennsluaðferðir. Þetta er svona mantran í gegnum til dæmis kennara nám almennt og útvatna. Já, bara fjölbreyttar kennsluaðferðir, beittu þeim, en ekki árangursríkum. Ekkert sem að hægt er að negla þig fyrir að þú sért að bregðast. Nei, og ég vil ekki vera að negla fólk fyrir. Það sem ég vil bara að börn nái árangri og þeir ná árangri með góðum kennurum og þess vegna þurfum við góða kennara í háskólan og góða kennara í grunnskólan og með því að stytta þetta niður í 3 ár þá held ég að við spörum alveg fullt af peningum sem gætu þess vegna farið einhverju leiti tilbaka inn í kerfið. Það er ekkert skrítið við það.
En svo myndi þetta almanna peningar, þetta peningar bara Jóns og Gunnu hérna sem að vinna á kassa í Bónus og í fiskverkun í Þorlákshöfn, þú veist, þetta er ekki peningar sem vaxa á trjánum, við þurfum að spara, þetta góð sparnað til að fyrir hérna Kristrún og kó, sko. Og ég held að samfara þessu, þá bara fáum við sterkari kennarnema hóp sem þýðir það að við samkeppnishæfni landsins hérna vex. Ef ég myndi segja við því, ég held að við getum stytt læknanámið 2 ár vegna þess að það snýst þetta bara að fá enn frábærari einstaklinga og við borgum aðeins meira og hérna maður þarf að hafa svo mikla náðargjafir til þess að vera læknir. Hvað myndir segja við því? Ég myndi segja að þú getur framfærið rök fyrir því. Kottum með þau og ræðum það. Já, ég held að það sé bara rétt hjá þér að þarna, og ég held að rannsóknir sýni það bara glögglega að læknar eru ofboðslega misjafnir. Læknar sem sýna á stofugangi og koma og hitta sjúklingana sína og öðru nærgætnir og tengjast þeim og sjúklingunum líður vel í kring og þeim batnar fyrr. Ég myndi vilja hafa þannig lækni, ég myndi ekki vilja hafa lækni sem að maður finnur einhvern veginn að maður skipta hann engu máli og hann bara gerir þetta eins og eitthvað vélmenni. Bara alls ekki. Og hérna ef það verður að stytta læknanámið þá bara go for it, en það eru alveg endalaus öfl sem myndu koma með nei, það er ekki hægt út á þessu og þessu og þessu, því að fólki finnst það einhvern veginn að út með styttra nám og það sé eitthvað verra nám, það tengir þetta saman, það er svona einhver hugrenningatengsli að fara þarna. Ég þekki bara ekki nógu vel til læknanáms að ég vilji sko vera að ræða það sérstaklega, en almennt ég vil bara ef það er góð rök fyrir hlutunum og það er þetta að sýna fram á, segjum að bara, ég varpaði tilbaka, höfum læknar með 15 ár, þá bara ætlum að fá ennþá betur lækna, þú vilt hafa það svona lengi og heldur að það sé gott, höfum það bara 15 ár, hvers vegna ekki? Ég ætla að fá lækna bara sem bjarga öllum, það er deyr engin hérna. Við vitum það er ykkur brotalína þarna og hvort sem það er 5 ár, 3 ár, 2 ár, 1 ár, 7 ár, 10 ár, þá þurfum við að finna réttan staðinn og ég held að hún sé ekki 5 ár í kennaranámi. Það er alltaf það sem ég hef hérna þykist að vita á, ég sé nær 3 árum. Ég held almennt ofmenntun, ég ætla bara að taka það orð í minn munn og segja, ég held að það sé töluverð ofmenntun í samfélaginu. Reynsla fólks hérna og hérna bara árangur almennt sé ekki nógu mikil metin í opinbera geiranum. Einkageirinn, hann fær umsækjendur til sín og hann horfir á það og hann hugsar hvaða einstaklingur er bestur og hann skoðar prófgráður, skoðar hitt og þetta, en það er ekki það sem að gerir hérna, slæðir ekki svona loka hljóminn í því hver verður ráðinn. Það er sá sem að hérna, sá sem er forstjóri fyrirtæki eða starfsmannstjóri heldur að sé bestur fyrir fyrirtæki og það er ekki endilega sá sem er með flestu prófgráðurnar, það getur verið hann, en í opinbera geiranum þá er það bara aldur og prófgráður og þá bara trompar meira minna allt. Þú ferðið fyrir hæfnisnefnd, farið ykkur engun og hvort sem þú ert ónýtur í einhverjum mannlegum samskiptum sem er ekki í metinu svona viðtölum, þá áttu komið starfið og getur verið mein inn í þeirri stofnun sko árabil og þetta þekkja stjórnendur í opinberum fyrirtækjum að það, svo menn að skáka þessu fólki hingað og þangað í störf sem að þurfi ekki mikið, þurfi ekki að skila miklu en er stór kostnaður fyrir opinbera geirann. Auðvitað er þetta fólk að vera einhvers staðar en þá bitnar þetta á fyrirtækinu því að fjárframlög til fyrirtækja í opinbera stofnana er náttúrulega ekki endalaus og þetta er fullt þetta í skólunum eins og bara víðast annars staðar í samfélaginu. Maður er svolítið hérna fundið fyrir því að það hefur ekki verið í tísku hinn seinni ára að upplýsa skoðanir sem kynna verða deildar. Já, ég kannast það. Þú kannast það, þú ert að hefja þingferil. Ætlar þú að verða, þú ert reyndar í minnihluta sem að kannski, þú ert ef til ekki að bundin af forminu og með að þú ert í stjórnarandstöðu með að við það að þú verður stjórn í meirihluta, en ætlarðu mun þetta marka þína línur núna að þetta samtal okkar ætlar að halda áfram að segja skoðanir þínar þóttar séu óvinnsælar og umdeildar, ætlar að augra samfélaginu, er það mikilvægur hluti þess að vera þingmaður að hreyfa við, lyfta steinum, snúa þeim við og gagnrýna eða koma með spurningar okkar samfélag? Já, ég held það. Ég er náttúrulega mjög óreyndur þingmaður. Ég er náttúrulega ekki setið, ekki verið á einu þingfundi og það er ennþá verið að telja atkvæðið ekki. Ég veit ekki hvað ég enda í því. En já, ég held að auðvitað mun ég sinna
mínu starfi reyna að gera það eins að mikil ábyrgð og ég get, ég klikkaði aðeins í þessari Facebook-fæslu, ég var með las vitlaus í tölur og birti það svo laga ég það, en ég reyni að sinna því eins og ég get og ég ekki að stuða fólk eða ögra. Þetta kannski bara hljómaði þannig, það getur vel verið, þá ég bara þannig. Ég að reyna að ná árangur fyrir börn á öllum sviðum og leið að minnka kostnað og ég séð það að því skólamálur mín sérgrein að það hægt að því að leið og að þetta fer að ganga vel þá lækkar kostnaðurinn. Ég mun halda áfram, held ég, að tjá mig að því að þannig finnst mér þingmenn eigi bara að vera. Ég held að skoðanir mínar rúmist vel innan Sjálfstæðisflokksins. En þú í smá limbói núna, Bjarni sko búin að segja okkur það að hann að fara að hætta og svo kemur nýr formaður og hann setur á því flokksaga hattinn og hann segir Jón Pétur, þegið, þú hætt að skrifa þetta. Þetta getur kostað okkur atkvæði og þetta kostar mjög auka vinnu. Hvað ætlar þá að gera? Ég held að, ég myndi segja við minn nýja formann, ég held, kæri formaður, að mína skoðun rúmist innan Sjálfstæðisflokksins og ég held að ég sé að tala réttu máli, ég kosin inn á þing fyrir mína skoðanir og þær muni draga fólk af flokknum. Fjölbreytileikin sem ekki. Já, ég held að fjölbreytileiki skoðana. Öllum flokkum ætti að vera töluverður fjölbreytileiki til að sem flestir finni sig inn í þeim flokkum og ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé þannig svona breiðfylkinga við að mína skoðanir í virkilega heima þar. Ég held að ég hef nú verið fenginn á lista því að fyrir þau mál sem ég hef talað fyrir og ég held bara áfram að tala fyrir þeim. Já. En þú áttur þig á því að þetta spjall okkar núna það gæti bara farið þannig að enginn myndi ræða það. Og þér myndi bara líða eins og þú hefðir ekkert verið hérna. Svo geti líka verið að það bara allt vitlaust og þú myndi bara fá á þig heila starfstétt. Þína eigin kollega, kennarana og menn bara alveg foxsýtlir hérna út í þig næstu 10 dagana. En þú hefur einhver ágjörð því? Jú, mér finnst það ekkert skemmtilegt ef það þannig, en ég vona bara að menn fari þá málefnilega, ekki í mannin bara og ræði bara málefnin. Ég búin að, þetta á Facebook-síðinu minni. Það náttúrulega lifibrauð fjölmargar Íslendingar sem undir þarna með þessari gagnrýniðinni eða þessum ábendingum. Við vitum það hellingur af fólki þyrfti að finna sér nýtt jobb. Já, og það bara holdt fyrir okkur öll. Við að það sé aðeins rist upp í það rammann hjá okkur. Almenni markaðurinn þarf að finna sér nýtt starf af og til og ég held að ef einhverja dyr lokast og einhver þarna þá held ég að aðrar opnist og ég held að fólk sjáu það bara, ef þú ert í starfi það sem út svona mallandi einhvern veginn og nærði ekkert almennum árangri, þá held ég að skili fólki ekkert almennum lífsgæðum. Ég held að langflesti sem að myndi bara vera að segja að myndi 100 manns missa vinnuna, að ég held bara að það fólk myndi eftir 1,5–2 ár það væri gaman að fá tölvuborðsröðu og segja, heyrðu, þú hófst þarna umræðu og ég misti vinnuna en bara segja það að mér líðum bara miklu betur núna. Nú ég komin á stað það sem að einhvern veginn ég komin að farin að keyra upp einhvern veginn áhugan og metna eða út með ástríð fyrir svona að gera þá nærðu árangri. Sumar sögur kunna enda svona vel en aðrar sögur kannski enda nú ekki svona vel. Nei, einhverjar sögur kunna enda öðruvísi en þú ert með einhverjar prógraður og endar og getur ekki fundið þér aðra vinnu, meina það enginn sem vill ráða þig. Á ríki þá að vera með því á spilunum. Nei, ég ekki viss það þá máttu bara vera þar að þú hefur ekki gæðin til að vera ráðinn eitthvað annað þá þarf það að hugsa þig í gang og fara að mennta þig meira eða uppfæra þig með einhverjum hætti. Þetta verða að loka orðin, Jón Pétur Simsen. Þakka þér kærlega fyrir komuna og þakka ykkur hlustendur og áhorfendur fyrir að hlusta og taka mögulega þátt í þessari umræðu með okkur. Við sjáum til hvað verður hér eftirleiðis sem ég veist nú ekki ólíklegt að þetta viðtal kalla á einhver viðbrögð þannig að við munum eftir verða áframhaldandi með skóla og mennta umræðu hér næstu daga eins og samstöðin hefur mjög oft staðið fyrir. En úr þessu förum við í aðra sálma. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið þið sæl aftur. Við ætlum að velta fyrir okkur heilsufari landsmanna. Morgunblaðið fjallaði sérstaklega heilsufar starfsmanna Reykjavíkurborgar
Og það nú aldeilis ekki nógu gott samkvæmt fréttblaðsins. Það nú bara þannig að samkvæmt opinberum upplýsingum frá borginni starfa 11.000 manns hjá Reykjavíkurborg og veikindahlutfallið jafngildir því að 850 starfsmenn hafi átt við krankleika að stríða dag hvern allt árið 23. Við erum ekki með tölur fyrir 24. En þetta ansi hátt hlutfall og eitt af því sem að vekur athygli hve heilsufar virðist mismunandi eftir sviðum. Hæst veikindahlutfallið á fjármála og áhættu stýringarsviði 8,7%, en það munar alveg gríðarlega miklu á því hvar borið niður, því til dæmis á mannauðs og starfsumhverfisviði hlutfallið bara rétt 2,5%, 3 sinnum lægra. Og ég fengi hérna að Rauða borðinu til mín fyrrum þingmann og borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur til þess að rýna aðeins í þessar tölur. Vertu velkomin, Vigdís. Já, þakka þér fyrir. Sko, hvað segja þessar tölur þér? Já, þetta ekki nýtt fyrir mér því að eins og þú kynnti mig inn þá satt ég í borgarstjórn 2018 til 2022 og þetta blasti við okkur borgarfulltrúin sem sátu þá með svipuðu sniði. Það kemur þarna jafnframt fram í frétt Morgunblaðsins að þetta sé nú aðeins skárra 2023 heldur að var 2022. Og finnst manni nógu Já, þá fór þetta upp í 8,3% veikindahlutfall af öllum borgarstarfsmönnum. Því eins og segir, þeir telja rúmlega 11.000 manns. Þannig að þegar maður sér þetta svona svart og hvítu, 850 einstaklingar veikir hvern einasta dag sem að borgarapparatið á að vera í virkni og þjónusta borgarana með allskis erindi, þá náttúrulega bara eitthvað mikið að og það gefur auga leið. Og það athyglisvert, finnst mér í þessum tölum. Það ekki nýtt fyrir mér að það sé mikið veikindi í grunnþjónustunni. Á hjúkrunarheimilunum, í leikskólunum, í skólunum og svo framvegis. Því það bara viðurkennt að þar mikið álag og það mikil starfsmannavelta. Það sem hins vegar sló mig núna í þessum tölum það að þetta skuli vera svona hátt hlutfall inn á skrifstofunum. Þar sem við erum að tala þar sem embættismennin og topparnir sitja og fjárhaugur borgarinnar nú ekki góður og það hefur nú verið svolítið mitt leiðarstef í gegnum borgarstjórn að vera bend á það og komið tillögu til sparnaðar og úrbóta sem aldrei var hlustað á og það bara den tíð, den sorg og ég til dæmis lagði til ráðningabann að það yrði ekki ráðið í þær stöður þá í skrifstofulæginu sem að myndu losna og svo framvegis og það var ekki hlustað á það. En mér finnst svolítið athyglisvert að svona hátt hlutfall sé á þessu fjármála áhættustýringasviði því að þá kannski fer maður að hugsa sem svo, þetta álag, þetta kulnun, þetta starfsfólk sem þarf að vinna gegn betri samvisku til að hlýða einhverjum fyrirmælum, ég veit það ekki, ég að velta þessu upp og svo ef ég fer alveg í hináttina með þetta að þá líka alveg hægt að segja 8% veikindahlutfall Reykjavíkurborgar árið 2023 í þá veru að það sé hægt hreinlega að skera niður starfsmannafjölda 8%. Því að ef að vantar 850 manns í störf borgarinnar á hverjum einasta degi allt árið þá ekki ofmönnun að ræða. Það hin hliðin á peningnum. Já, sko, þetta náttúrulega mjög viðkvæm umræða. Við vitum ekki hvað á bakvið þessar tölur. Veistu hvort einhverja rannsóknir hafi verið gerðar á bara eiginlega rannsóknir tekin viðtöl við fólk sem fjarverandi vegna veikinda?
Ég veit það ekki en ég talaði fyrir til dæmis að það yrði trúnaðarlæknar á þessum stæðstu starfsstöðum því að á almennamarkaðinu myndi þetta aldrei líðast svona lagað og almennamarkaðurinn með trúnaðarlækna sem að fólk kannski þarf að gefa sig upp og ef það mikið veikindi þá fólk kallaði viðtal. Því að þrátt fyrir það að það sé bundið í kjarasamningum að hver og einn einstaklingur hefur 2 daga í mánuði í veikindarétt, þá orðið svo stór hópur af fólki sem lítur á að þetta séu frídagar og þeir eigi rétt á því að vera heima í 2 daga. En svo gerist það þegar einhver alvarlega veikindi kom upp og fólk þarf að vera fjarverandi kannski vikum saman, að þá engin veikindarétt til staðar. Þannig að þetta setur hið opinbera í svona dilemma varðandi það. Svo við tölum bara hreint út. Nú, ég var mjög var við þetta til dæmis í Ráðhúsinu og inn í Borgartúni þar sem allar þessar skrifstofur eru að það gríðaleg eineltismenning hjá Reykjavíkurborg og það mjög alvarlegt mál og það hefur verið reynt að taka á því og sem betur fyrir nú veikindahlutfallið ekki nema rúm 2% á mannauðsviði sem á að sjá að starfsfólkinu líði vel. Það gerðist þegar ég var nýkomin í borgarstjórn, þá tók ég upp hanskan til dæmis fyrir einn aðila sem hafði lent í miklu einelti og svona færðu til í starfi og það var hægt að koma verkefni til hans og annað þannig að ég tók upp hanska fyrir hann og það náttúrulega endaði með því að ég var eld af embættismennu borgarinnar í 2 ár og ég var sökuð einelti skilur þetta fór. Þú varst ekkit síður sökuð einelti heldur en aðrir í þessum deilum? Ég var sökuð það gagnvart einni ákveðinni konu sem ég hafið hitt á fundum 2 þannig að ef að fólk lesi til einelti þá vita allir hvernig það það á sér staði við langan tíma og annað. Þannig að en upplifir spennu svona meðal starfsfólks vonda strauma? Já, svona bara það mikið að starfsfólki í Reykjavíkurborg sem líður ekki vel í vinnunni, það veit ég. Og ég og Kolbrún Baldursdóttir sem náttúrulega sálfræðingur og var oddviti Flokks fólksins, við vorum svolítið að garfast í þessum málum að því að hún náttúrulega fagmanniski í þessu. Og það sem kom mér mjög mikið á óvart, það var það hvað mikið að starfsfólki Reykjavíkurborgar var að hafa samband beint við mig og svona halva biðja hjálp og hvað það ætti að gera. En þetta kannski önnur hlið en akkurat svo sem við erum að tala þetta háa veikindahlutfall. En þetta gefur auga leið að það eitthvað mikið að í mannauðsmálum borgarinnar. Já. Og svo jafnframt líka það sem sláandi, sem ég vissi, það það hvað eru margir starfsmenn per íbúa hér í Reykjavík miðað við hin sveitafélögin. Já. Það eru 13-14 borgarstarfsmenn á hvern einasta, sem sagt, ef við reiknum með því að Reykvíkingar séu 150.000, þá eru sem sagt eitt starfsmaður á hverja 14 íbúa Reykjavíkur. Og það náttúrulega alveg galið eins og gefur að skilja. Yfirbyggingin hjá Reykjavíkurborg orðin svo gríðarlega stór eins og á ríkinu að það einhvern veginn ekkert lengur við ráðið. Viltu sérstakar rannsókn? Nú ég hætt í stjórnmálum og hætt hjá borginni en auðvitað ef að Reykjavíkurborg ætlar að taka sig alvarlega sem svo stór vinnustaður að þá verður á einhvern hátt að fara og skoða þessi mál. Því þetta ekki hægt að búa við hvorki fyrir starfsfólkið sem lasið né borgarbúa sem að borga allt sitt útsvar til Reykjavíkurborgar og að vonast til þess að þessi farið vel með fjármunina og að þeim sé þá eitt í grunnþjónustu. Því að svo ef það eru 850 starfsmenn sem ekki kemur fram þarna í fréttinni sem eru veikir á hverjum degi, hvað þá verið að ráða inn marga til þess að sinna forfalla
vinnu raunverulega eða hverjir eru það sem að taka við vinnunni af þessum 850 starfsmönnum borgarinnar. Er það gap, skiluru, og er það þá bara er það raunverulegt gap og er það tómt sem enginn að vinna störfin eða ræður kerfið við sín verkefni þrátt fyrir það að vanti 850 aðila til vinnu á hverjum degi. Og þá eru borgarstarfsmenn og margir ef það hægt að sinna þeim með þeim hætti. En þú hefur náttúrulega lengi talað fyrir því að þér finnist réttur opinberra starfsmanna fullvíðtækur og bara margir opinberri starfsmenn og hallast til hægri í þeim efnum, ekki satt? Jú. Já, hvað myndir þú áætla svona af þinni reynslu eða tilfinningu að margir af þessum sem við erum að tala þarna, að við séum að tala hrein vinnusvik, heldur þetta sé einhver kúltúr að taka þessa 2 veikindadagi í mánuði? Þetta þykir bara hluti af starfsfríðindum eða hvað hefur einhverja tilfinningu fyrir því? Nú ætlum ég að tala almennt og ég tel að þú notar orðið kúltúr á það, ég tel að almennt í samfélaginu sé kúltúrin kannski komin á þann stað og þá ég ekki taka Reykjavíkurborg út úr því frekar en aðra starfsmenn sveitafélagana, aðra starfsmenn ríkisins eða aðra aðila á almenna markaðnum. Þannig að þetta bara það sem að maður hefur orðið vitni af og séð og það verið að ræða að það sé þessi 2 dagar sem fólk líti á að séu frídagar. Þannig að mér finnst allt og langt gengið að tala vinnusvik. Það getur enginn gert nema að greina þetta niður á hvern einstakling og þegar þú ert tala rannsókn. Jú, vissulega væri það gott fyrir borgarreksturinn að þetta tekið föstum tökum og þetta skoðað alveg onni í grunninn. En þetta svolítið skrítið líka hjá Reykjavíkurborg og það það sem að mér finnst líka svolítið sláandi því að inn í þetta megum við ekki gleyma að hið opinbera búið að fara í styttingu vinnuvikunar líka sem að almenni markaðurinn í fæstum tilfellum búin að innleiða hjá sér. Þannig að bæði vinnuskyldan tökur Reykjavíkurborg núna og opinberaðila, vinnuskyldan hjá Reykjavíkurborg orðin mun minni og þá hefði maður geta dregið þar ályktanir að þá kannski kæmi fólk hvíldar eftir helgi ef að stytting vinnuvíkunar kemur alltaf inn á föstudag tráti eins og manni virðist vera að sé að gerast, að þá þetta ennþá skrýtnar að það hefur þá ekki þau áhrif kannski sem að verkalýðshreyfingin var að berjast fyrir að fólk ætti þá meiri tíma með sinni fjölskyldu og börnum og kæmi þá betur undirbúið til starfa á mánudagsmorgni eftir styttinguna. Svo líka forveitinlegt að velta þið fyrir sér hvað þetta svo kallega sí-áreiti til hvers það leiðir að ég kannast við það bæði eftir að hafa unnið hjá einu opinbera og í einkageiranum, meira í einkageiranum heldur en hjá einu opinbera reyndar að þróunin hefur orðið slík svona síðustu 5-10 árin, byrjar kannski fyrir 8-10 árum að í staða sem að bara kláraði vinnudaginn þá heldur hann alltaf endalaust áfram með endalausu sí-áreiti nótt sem dag, tölvupóstar jafnvel eftir miðnætti sem að bara mjög mikilvægt að svara og það hefur skapast mikið stjórnleysi, mikil ómenning í tengslum með þetta, það vantar mörk og það var forvitnilegt að vita að hvað miklu leyti þetta getur verið skýringabreyta. Já, þetta getur verið skýringabreyta en ef að ég væri opinber starfsmaður eða myndi vinna sem lögfræðingur á einhverju sviði Reykjavíkurborgar þá myndi ég temja mér það að þegar vinnudegi lýkur eða þegar auglýstur og lokunartími orðin í stofnuninni að þá ekki hægt að ætlast til þess að það sé verið að svara vinnupóstum og þá þeim svarað á mánudegi. Ég til að þetta sé öðruvísi á almenna markaðnum þar sem að þar held ég að þetta sí-áreiti sé langt frekar heldur en
hjá hinu opera og ég starfa núna sem lögfræðingur og ég finn það alveg og sé það að þegar ég að senda erindi til ríkisstofnun eða hvert sem eitthvert í opinbergeiranum að þá ekkert verið að svara mér tölvupóstum sko, þannig að það líka þannig en svo það alltaf hvernig stjórnandinn yfir viðkomandi deild, sviði, stofnun þetta jafnvel þessi veikindi á Reykjavíkurborg að því við erum að tala þau þetta jafnvel kannski ekki nógu góðu stjórnendur, það geti verið stjórnendur sem ekki nógu sanngjarnir að deila út verkefnum og setja kannski meira álag á einn frekar en annan þannig eins og ég sagði upphafi sko það svo fróðlegt að þetta greint betur niður og sko hvað það raunverulega margir sem hreinlega í veikindaleyfi út af bugunar ástandi sem endar svo þar að leiðandi í kulnun og svo ef að það sko megnið af þessu fólki komið á þann stað þá það orðið svo dýrt líka fyrir Reykjavíkurborg að þá þarf að jafnvel ráða fastan starfsmann inn fyrir hinn veika ef að hinn veiki veikur í 1-2 ár segjum svo og þarf jafnvel á endurhæfingu að halda og þarf kannski að fara inn í virkprógrammið sem frábært apparat til að grípa fólki í þessari stöðu þannig að það hvorki neinu fyrirtæki né opinberum stofnunum það hollt að þetta sé svona hátt veikindalhlutfall út af þeim kostnaði sem hlýst af því í kjölfarið þegar hlutfall svona svakalega hátt. Svo líka annað sko sem ég að hugsa núna að mín reynsla af íslenskum almenningi að ekki síst íslensk láglaunafólk harðduglegt og gríðarleg vinnuharka og samviskusamt og ekki mikla líkur á að það sé ekki að mæta í vinnuna að það sé að búa til eigin veikindi það sem vinnusvik eins og við rættum áðan en sko maður hefur svona orðið hugsi þegar við förum ofar í fæðukeðinni að bara ég sem blaðamaður, fréttamaður seinni ár sko ég séð einhvern veginn þá vendingu eða séð fleiri sögur enda þannig eftir einhver átök sem verða á meðal yfirmanna og fólk sem fær borgað fyrir að axla mikla ábyrgð, fær auka þóknun fyrir það að sko að sögurnar enda með því að einhverju farin í leyfi, einhverju farin í veikindaleyfi, einhver sem stóð í ströngu, hann endar í veikindaleyfi og þegar þú nefnir þetta með munin á veikindadögum opinbera starfsmanna og annara þá náttúrulega heiminn að hafa milli þú getur kannski verið í veikindaleyfi í 6 mánuði eða eitthvað svoleiðis hjá ríkinu sem að náttúrulega kemur allt í greina á einkamarkaðinum en sko maður hefur velt að því að sko þótt umræðan sé viðkvæm og þótt við megum ekki fara að skrýmslavæða starfsmenn Reykjavíkurborgar og þótt við þurfum alltaf að hafa það í huga að fólk að jafna því gott og heiðarlegt og það mikil vinnu og harka á Íslandi þá svona sitt hvað sem bendir til þess að forréttinda fólkið okkar, það hafi kannski aðeins meiri úrræði núna til þess að fara mjúklega út úr aðstæðum heldur stundum áður. Það þín tilfinning líka? Já, það gott að kemur inn á þetta og þetta náttúrulega opnar aðra gátt fyrir okkur til að tala Það í fyrsta lagi, ég hef stundum verið svo hörð að segja að það séu sko 2 þjóðir í þessu landi. Það sem sagt opinberir starfsmenn með ríkuleg réttindi sem að þegar kemur að vinnu og ríkistryggðu lífeyrissjóðum og hins vegar það almenna markaðurinn, það sem að harkan gildir og það sem að hörkuduglegt fólk og það kannski almenni vinnumarkaðurinn hefur kannski oft verið jafnvel mjög óvæginn, ég skal ekki segja það sem fólk bara látið fjúka því það leitt inn að skrifborðinu sínu og það farið út og það slökkt á því raunverulega tölvupóstuð kipt úr sambandi öllu og fólk bara lappar út á götu og farið og það búið að segja því upp. Þetta myndi aldrei gerast hjá hinu opinbera og hjá Reykjavíkurborg. Þannig að þegar svona og sko ég til að þessi ekki eins mikil vinnuharka hjá hinu opinbera og ekki eins mikla kröfur gerðar varðandi það að veri svo hamstur í búri og skila og engin svona akkursvinna skilurum mig, jú, nema kannski þegar verið að skila fjárhagsáætlun að því að það svið mælist hæðist í þessum veikita forföllum að svo sko sá ég það nokkuð oft hjá borginni að það var svona mannus vandamál
og það var grunur einelti og það var akkurat svona verið að taka verkefni á fólki og annað. Út af því, þetta gerist á þann hátt að stjórnandinn, hver sem hann hefur ekki þessi verkfæri í sína tösku til þess raunverulega að segja viðkomandi upp. Og þetta sko einkennandi hjá ríkinu. Það þarf áminningaferli, það þarf að áminna viðkomandi einstakling 3 sinnum fyrir sama ekki brot í starfi, heldur sömu mistök í starfi, við skulum bara vera mjúk í því og þá hægt að segja honum upp. Hinn kosturinn að fara í skipulagsbreytingar og uppsögn í kjölfarið. Þannig að gallinn við opinbera kerfi hér á Íslandi, það er ekki hægt að fara í beina uppsögn eins og gerist á almenna vinnumarkaðunum. Og þess vegna tel ég að ríkið vaxið okkur langt yfir höfuð út af þessu og sveitafélögin líka að það mjög erfitt að losna kannski við starfsmann sem að getur verið hæfileikaríkur einhvers staðar annar staðar en kannski passar ekki akkurat inn í það starf sem hann ráðinn til. Það var þannig sko að fyrir þetta aukna atvinnuöryggi sem var hjá ríkinu þá fjælst fólk á að launin væru ívið lægri vegna þess að það var meira atvinnuöryggi. Nú hefur það gerst í seinni tíð að sko stofnanir hins opinbera hafa yfirboðið og keypt upp fólk úr einkageiranum og greiðið í hærri laun heldur en það getur fengið í einkageiranum á sama tíma og það heldur öllum auka réttindunum. Þetta bara hræðilegt að hafa hort upp á þetta og lengi vel, þangað til fyrir 2 eða 3 árum, þá var þar að auki opinberi geirinn með aukin lífeyrisréttindi. Á þessum grunni að það var viðurkennt að opinberi geirinn væri með lægri laun heldur en almenni vinnumarkaðurinn og þetta var bara einhvers konar bara samkomulag og þetta voru allir sátti við. En þetta elitíski hluti opinbera starfsmanna. Já, ég tek það fram. Þetta ekki fólkið á hjúkrunarheimilunum og ekki fólki sem að hleypur fyrir okkur daginn út og inn. Og ég hef alltaf gert greinarmun þarna á milli. En svo hefur það gerst núna í seinni tíð að lífeyrisréttindin eru orðin hins sömu, almenni markaðurinn var hækkaður upp í lífeyrissjóðsréttindi og borganir opinbera geirans, en það sem að hefur síðan gerst í framhaldinu sem að ég raunverulega skil ekki út af líka þessu atvinnuöryggi sem ég var að fara yfir áðan. Ef þú ert einu svona ríkisstarfsmaður eða sveitafélagsstarfsmaður að þá ertu raunverulega komin bara með lífstíðastarf og ekki hægt að hreyfa við þér. Að þá það á Íslandi þegar við lítum Norðurlandana þá þetta alveg absúrt, skiluru. Nú orðið hér á Íslandi árið 2025 þá opinberi geirinn farin að leiða kauphækkanir á almennamarkaðunum. Og ég segi bara hvernig gat þetta gerst? Og þá þetta orðið, eins og segir, elitan sem vinnur hjá ríki og sveitafélögum og svo það almennamarkaðurinn, því að þá ekki bara það að opinberi markaðurinn toppan þar. Við skulum bara taka ráðuneytisstjóra og hvað það heitir allt, skilur mig, og deildarstjóra og skrifstofustjóra og svo framvegis, að þeir eru orðnir hærri í launum heldur kannski forstjórar einkafyrirtækja. En í einkafyrirtækjunum, oft á tíðum og yfirleitt, eru stjórnir sem eru grimmar og ef eitthvað stjórnandi stendur sig ekki, þá látið fjúka. En á meðan hið opinbera getur verið með alveg galómögulegan stjórnanda eða sem sagt forstöðumann stofnunar og það ekki hægt að losna við hann. Og hvað þá oft gert til að leysa þann hnút? Viðkomandi einstaklingur, hann færður úr starfi og hækkaður upp. Hann fær betra starf í staðinn ef það vera að losa viðkomandi út úr einhverju deild eða stofnun. Og þetta einkennandi fyrir okkur líka. Og þá segir ég bara hvað að. Við þurfum það sennilega best að nálgast þennan vanda þannig að ef fólki líður illa, þá fer það ekki vinnuna sína. Og þá þurfum við að skoða af hverju líður fólki illa. Að mæta í vinnuna, glaður í bragði og finnast vinnustæðurinn skemmtilegasti hluti dagsins
kannski langsótt keppikefli en ég vissum að bæði ég og þú við þekkjum munin á þessu, hvað stundum rosalega gaman að fara í vinnuna og svo hefur við verið á öðrum vinnustöðum þar sem að hafa verið þung skrefin bara í sturtuna á mótnana og maður kannski lætur sig hafa það en hérna þetta spyr líka bara spurninga sko depurð og hérna hvort við erum að ganga til góðs og svona þetta spyr stórra samfélagslega spurninga að mínu mati. En Vigdís, má ég svona aðeins í lokin á þessu spjalli okkar rukkaði þig hérna aðeins viðhorðin til umræðuefnis núna síðustu daga sem framkvæmd kosninga. Að þú náttúrulega gamal reyndi í þessum málum og umboðsmaður Miðflokksins ekki satt í síðustu kosningum. Jú, í Reykjavíkurkjördæmi norður og við erum að fá eiginlega núna bara hverja hryllingssögun á fætur annari það hvernig heiðvirt fólk, saklaust fólk sem greiddi atkvæði bara eftir bestu vitund og getu og hérna hafði kannski mikið fyrir því að koma atkvæði sín áfram að það kom aldrei fram. Við erum með norðaustur kjördæmi, fréttir í dag og við höfum verið með suðvestur kjördæmi, það eru einhverjir tugir atkvæða, ég veit ekki hvort það eru 100, ég veit ekki maður sagan sér rétt að byrja og þetta korteri eftir Borgarnesumræðuna þegar átti nú heldur betur að taka til og auka trúverðuleika Íslendinga í kosningamálum. Hvernig líst þér á þetta alls? Þetta bara hryllingssaga. Að mínu mati. Ég áhuga manneskju kosningar og horfa upp á það sem að gerast núna. Þetta bara hryllingur og talandi akkurat hérna styttingu vinnuviku eins og fréttir sem að voru að berast af því að hjónin komu á bæjarskrifstofu Kópavogs og ætlaði að koma atkvæði sín til skila þar eins og auglýst var að það sé hægt að koma utakjörfundaratkvæðum á ákveðna staði. Þá bara búið að loka 1:00 á föstudegi daginn fyrir kosningar. Þau að vísu slupp í gegn samkvæmt fréttum og þeim að benda á það að fara og skila þeim hérna niður í Holtagarða. En þessir kassar sem að finnast eftir kosningar líka þegar svona mjótt á munun þá þetta alveg rosalegur áfellisdómur yfir íslensku samfélagi. Bara okkur sem ríki að þetta það sem að vita en hvað mörg atkvæði sem hulin sem að eru ykkur staðar í ykkurum kössum eða liggi í ykkur póstkössum og eru jafnvel ekki skilað og það hlýtur að verða hérna atkvæða út úr þessu ef að ykkur aðili situr kannski allt í einu upp með það ykkur póstkassa, ykkur opinber stofnun og þar séu allt í einu kannski fleiri tugir atkvæða. Þetta alveg rosalegt. Eitthvað af þessu má rekja til þess að kosningalögum var breytt. Ég var alla tíð á móti því þegar ég satt á þingi. Nú búið að setja saman í einn lagabálk allar kosningar. Það eru forsetakosningar, þingkosningar, sveitarstjórnarkosningar, þjóðaratkvæðagreiðslur. Það verður eitthvað rosa gæluverkefni hjá ykkurum að setja þetta saman í einn lagabálk. En þessar kosningar allar mjög mismunandi og fara eftir sikkvori reglunni bæði framboðsfresti og hvað þurfa að vera margir meðmælendur og lista hverjir eiga að sjá kosningarnar og svo framvegis. Þannig að þetta eins og þú segir eftir Borgarnesruglið og það sem að fór á stað eftir það að það skul ekki vera vandað til kosninga hér á landi eins og hefur birst okkur, það bara hræðilegt. Ekki síst núna þar sem að bara örfá atkvæði til eða frá geta breytt heilmiklu kjörna fulltrúa. Já, líka svo að koma svo misvísandi og sem að gera þetta svo ótraustvekjandi, misvísandi upplýsingar fram í fréttum. Tökum kragan. Fyrst að talaðu 12 til 15 atkvæði og ég bara, 12 til 15? Býtu, hvað voru mörg atkvæði í kassanum? Voru þau 12, voru þau 13, 14 eða 15? Var ég að hugsa, heyrðu, svo bara næst þegar ég opna fjölmiðla, þá komið í ljós að það voru 25 atkvæði sem voru í þessum kassa í kraganum. Í norðausturkjördæmi þar kassi með atkvæðum sem fannst 11 dögum eftir kosningar og við fáum ekki að vita það hvað eru mörg atkvæði í þeim kassa því að yfirkjörstjórnin þar ætlar ekki að opna kassan
að því að búið að telja og kærufrestir útrunnir og þá fer maður að spyrja sig líka á þess að ég sé að lýsa yfir því að ég sé eitthvað paranoid, alls ekki. Hvað það sem þá í kosningum sem að aldrei kemst upp? Samanber þessi 2500 atkvæði í Reykjavík sem allt í einu dúkkuð upp á fundi kjörstjórnar klukkan 2 á kjördag og ég spyr hvaðan þau koma og ég bókaði sérstaklega það og það verði uppi fótur og fit og yfir kjörstjórnina bæði Reykjavík norður og Reykjavík suður hurfu úr ráðhússalnum og mér var boðið að bóka og allt í einu var ég komið með fartölvu kjörstjórnana í hendur bara sem sagt og farin að skrifa mína bókun í þá tölvu sem er náttúrulega ég sem bara konut í bæ á ekki að aðganga að tölvubúnaði kjörstjórnana í Reykjavík og eins og ég hef sagt það veit enginn hvaðan þessi atkvæði komu og það veit enginn hvert þessi atkvæði fóru og 2500 atkvæði alveg rosalega mörg atkvæði og þá fer maður að spyrja sig eru kassarnir nógu innsiglaðir þú veist, af hverju kjörkassanir ekki gegnsæir þannig að við sjáum hvort þessu tómir þegar kosning hefst hvað gerist þegar verið að flytja kassanum milli húsa, það búið að taka lögreglu þáttun út úr þessu, lögreglan sá alltaf hér áður fyrr að flytja öll kjörgögn, enda náttúrulega atkvæðisrétturinn okkar helgast rétturinn sem við eigum að geta sýnt með atkvæð okkar hvað við viljum og hverjir okkar óskir eru til að sjá samfélagið okkar í framþróun. Þannig að talandum rannsókn, þá tel ég að það þurfi rannsókn á þessum kosningum, síðustu alþingiskosningum, til að fá það á hreint hvernig öllum málum háttað. Það þarf að taka systemið upp á nýtt. Ég ekki að tala að breyta lögunum því að það alltaf einhverja lagabætur sem við erum í. Ef að það þarf að breyta lögunum til þess að hindra það sem gerðist, þá verður að gera það eða semst að útfæra það í reglugerð. En það verður að rannsaka það hvað fór úrskeiðis í þessum kosningum. Og það þýðir ekki að bera það fyrir sig að kosningarna hafi borið að með skömmum tíma eða þá það verið vetur og vitlaust veður. Við eigum alltaf að vera tilbúin í kosningar og landskjörstjórn til þess að vera alltaf tilbúin í kosningar sama hvað og svo var ákvæðum náttúrulega yfirstjórnir sem sagt kosninga á Íslandi breytt með þessum nýju lögum og landskjörstjórn orðin stjórnsýslunefnd og starfar allt árið. Þessna ekki hægt að bera fyrir sig það að vera skamma tími fyrir kosningar. Mannréttindadómstóll Evrópu nýbúin að flengja Íslenska ríkið fyrir borgarnesmálið. Þar voru rangar ákvarðanir teknar eftir algjört fúsk og hrylling. Já. Og nú erum við að fá fjölda nýrra mála. Við erum líka að heyra í trúnaðamönnum flokka eins og ég heyrði í umboðsmanni Samfylkingarinnar sem hefur kært Suðvesturkjördæmi sem að líkti, hann sagðist kunna fljúga og hann sagði að þar væri allt í náttúrulega stöðlum og verkferlum og þú bara með manual og þú bara gerir allt með sama hætti en það verðist vera alls konar svigrúm til persónulegra ákvarðana inn á talningarstöðum. Já. Við vitum það alveg Vigdís að þeir sem hafa valist til starfa inn á þessa talningarstaði það svona betri borgarar samfélagsins. Jaðar framboð þau eru bara hreinlega líklegri fullyrði ég til þess að þegar kemur til dæmis mat á hvort vafaatkvæði gilt eða ógilt. Þetta allt, við erum farin ég alveg sammálaður með það að við erum farin að endurskoða núna hugmyndir okkar réttlát kosningaúrslit langt aftur í tíman. Já. Og það náttúrulega ömurleg óvissa. Já, og ég tek sérstaklega undir það sem þú segir að með nýja flokka sem að riða sér til rúms og þá líka minni flokka að þetta kerfi sem búið að búa til það á undir högg að sækja og þá sérstaklega gagnvart akkurat þessum flokkum sem að við erum að lýsa hér bæði. Þannig að þetta og að því voru að tala vafaatkvæði, það mjög skrítið að það skuli
ekki vera sama í hvaða kjördæmi maður greiðir atkvæði því að flokkunin og ákvarðanir varðandi vafa atkvæði eru mismunandi eftir því hvaða kjördæmi maður í og það náttúrulega gengur heldur ekki að það sé ekki sama hvar þú greiðir atkvæði. Þannig að þetta hreint með ólíkindum og ég ánægð með Pírata því leyti, þeir eru náttúrulega vinna alltaf fyrir alla flokkana sem eru í framboði því að þeir eru mjög duglegir að fara og innsigla kjörkassa en hugsaðu þér, í Reykjavíkurborg þá byrjað að flokka utan kjörfundar atkvæði á miðvikudegi og kosningarnar eru á laugadegi og það opnað, ytra umslagið opnað, það farið að tjekka á atkvæðum annað, svo þetta bara geymt í ráðhúsinu, okkur sagt að þetta sé innsiglað og annað. Þetta ekki hægt að láta bjóða sér þetta. Auðvitað á Reykjavík, sem eru 2 kjördæmi, nú ég að tala alþingiskosningar, að það sé kjörstjórnin sé á einum stað í Reykjavík norður og á öðrum stað í Reykjavík suður en ekki vera að grautis öllu saman nýri ráðhúsi Reykjavíkur og segja svo, já það svo mörg utankjörfundur atkvæði sem komum til Reykjavíkur og við verðum að byrja á miðvikudegi að rjúfa innsiglaða kassa og rjúfa innsiglaða atkvæðum. Þetta dæmi myndi aldrei halda fyrir Mannréttindadómstól Evrópu, aldrei og bara svona aðeins í lokin að því að ég gerði svo mikla athugasemdir við þessi 2500 atkvæði sem að engin vissi sig hvaðan komu eða hvert fóru að ég skrifaði erindi til landskjörstjórnar og fór yfir ferilinn kosningafyrirkomulagið í Reykjavík og svo fekk ég viðbrögð frá landskjörstjórn 4-5 dögum seinna og þar var ég spurða því hvort að mætti skilja erindi mitt til þeirra sem kæru. Þannig ég svar tilbaka, nei, þetta úrdráttur úr atburðarásinni Reykjavík og ég hef það eina markmið að kosningunum í Reykjavík verði komið í lag og þetta verði með þeim hætti að þetta sé traustvíkjandi og lagði ég fram til að þetta tekið úr ráðhúsinu og sett út í kjördæmin sem dæmi. En svo kannski eftir á, þegar ég farin að sjá og við og landsmenn hvernig eftirkostin í öðrum kjördæmum, þá kannski hefði verið rétt hjá mér að hafa þetta hreinlega bara formlega kæru þannig að það yrðu athugasemdir í hver einst kjördæmi og sem kallaði þá ítarlega rannsókn óháðra aðila. Mér finnst líka mjög áhugavert að það alveg sama hversu mikið fúskið og hver vond mistökin eru að aldrei segja neitt af sér. Aldrei axlar neitt þannig ábyrgð að við getum átt vona því að með því sé verið að reyna að búa til sátt á milli ríkisins og borgarana það, já, okkur þykir leitt að þetta hafi gerst. Þessi verður færið til hliðar, hann segir af sér, hann gerir það sjálfur vegna þess að við viljum halda áfram að byggja upp traust. Það ekkert svoleiðis. Svo sammálaður. Svo líka eitt lapsus í kosningum, sveitarstjórnarkosningum, að við erum náttúrulega með mörg sveitarfélög, nú ætlum ég bara að taka Reykjavík. Í Reykjavík starfandi meiri hluti og meiri hlutarnir í hverju einasta sveitarfélagi sjá að framkvæma komandi sveitarstjórnarkosningar. Þetta skapar vantraust hjá mér sem dæmi að því ég var í framboði til borgarinnar að meiri hluti hvers sveitarfélags skuli sjá framkvæmt kosningana, meiri hlutin sér að velja einmitt eins og talaður starfsfólkinn á kjörstaði, starfsfólk í talningu og alla starfsmennina sem að tilheyra kosningunum, þá auðveld leið sé til þess vilji að svindla því að almenni borgarinn og minni hlutin kemst ekki að þessari vinnu, skilur mig, þannig að eðlast hefði verið til dæmis að Garðabær myndi sjá kosningarnar í Reykjavík myndi sjá kosningarnar í Hafnarfirði, Árborg myndi sjá kosningarnar á Akureyri til þess að rjúfa þessi pólitísku tengsl við sveitarstjórnarkosningar. Ég tel að það sé það sem við þurfum að gera þannig að kosningarnar í hvaða sveitarfélagi sem séu hafnar yfir allan vafa hugsanlegt kosningasvindl. Vigdís Hauksdóttir, takk fyrir komin og takk fyrir spjallið. Já, takk sem leiðis. Og takk áhorfendur, góðir og hlustendur. Ég heiti Björn Þorláksson. Þetta endirinn á rauða borðinu í dag. En við verðum hér aftur á morgun klukkan 8 með glænýtt efni og vonandi sprúðlandi, spennandi og skemmtilegt.
Bara rétt að minna ykkur á það að ef ykkur líkar dagskrá samstöðvarinnar þá bara ansi góð hugmynd að þið látið vini ykkar og kunningja vita af því. Við erum að einhverju leyti háð líka því að þið borgið, þið sem eru aflögufær, að þið látið hóflega fjárhæð af hendi rakna ef þið getið það. Það hnappurinn á vefsíðunni samstöðin.is þar sem ástendur áskrift og það þarf nú ekki nema 2500 krónur á mánuði til þess að kannski hafa allt með það að segja hvort þessi litla stöð okkar sem hefur vakið gríðarlega athygli, hvort hún heldur áfram að vaxa og dafna eða hvort niðurstaðan verður eins og oft talað að einkareknir miðlar, til dæmis í samkeppni við Ríkisútvarpið, þeir eiga ansi erfitt uppdráttar. Ég held að við höfum fengið 6 milljónir í opinberan styrk á síðasta ári en Ríkisútvarpið fékk 6 milljarða pluss milljarða að auki í auglýsingatekjur. En vonandi líka ykkur dagskrá kvöldsins og við verðum sem fyrr segir hér aftur á morgun klukkan 20, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.